Blaðsíða 4. Ný hugsun. Veistu hvaðan vatnið kemur sem rennur úr krananum heima hjá þér? Veistu að sólargeislarnir hafa borist 150 miljón kílómetra leið áður en þeir ylja þér í sólbaði? Allt í kringum okkur eru hlutir og fyrirbrigði sem vekja furðu okkar og forvitni. Þú veist að öllum líkindum meira tækni og vísindi en foreldrar þínir þegar þeir voru á sama aldri og þú, og tækni og vísindi hafa sífellt meiri áhrif á daglegt líf okkar. Þekkingar verður aflað á sama hátt í framtíðinni og gert nú, og fyrir 1000 ára. Hennar aflað með skipulögðum athugunum og markvissri umræðu. Í dag má finna fjölbreyttar upplýsingar allt milli himins og jarðar í bókum, tímaritum og á netinu. Vísindin felast ekki eingöngu í að viðað sér upplýsingum, heldur felast þau í að beita þessum upplýsingum til þess að leysa óráðnar gátur og spyrja nýrra spurninga. Til þess þarf þekkingu, færni, hugmyndaflug og áræði. Bifreið, flugvél, þyrla, ljósapera, ljósmyndavél, plötuspilari, útvarp, tölva, sjónvarp, örbylgjuofn, geislaspilari, farsími, iPad. Allt eru þetta tæki sem maðurinn hefur fundið upp, búið til og þróað á seinustu 100 árum. 20. öldin var öld ótrúlegra tækniframfara og aukinnar þekkingar. Á heimili þínu eru fjölmörg dæmi tækninýjungar og hvernig vísindaleg þekking nýtt til þess að auðvelda daglegt líf. Þessi bók fjallar marga af þeim eðlis- og efnafræðilegu þáttum sem eru að verki á heimili þínu. En fyrst skoðum við hvernig ný þekking verður til. Blaðsíða 5. Nýsköpun og nýsköpunarferlið. Mundir þú nenna að burðast með farsíma eins og þið litu fyrst út? Nýsköpun felur í sér nýjar lausnir eða endurbætur á eldri lausnum. Nýsköpun getur átt við tæki, vörur, aðferðir og skipulag. Dettur þér til dæmis í hug einhver aðferð til þess að hraða og einfalda afgreiðslu á matnum í skólamötuneytinu? Dettur þér í hug einhver snjöll aðferð til þess að auka öryggi yngri barna á heimilinu? Veistu að það eru vísindamenn að þróa leið til þess að ná vandræðalaust seinasta tómatsósu dropanum úr flöskunni? Þáttakendur í nýsköpunarkeppni grunnskólana byrja á því að velja sér einhvern vanda sem þeir vilja ráða bót á. Næsta skref að afla sér upplýsinga ýmsar hliðar vandans. Svo að setja fram hugmynd að lausn vandans. Gerð eru líkön og tilraunir með tæki eða áhald sem nota má til þess að ráða fram úr vandanum og uppfinningamaðurinn skráir hjá sér niðurstöður. Þegar fullnægjandi lausn hefur staðist prófanir hún kynnt. Efst á blaðsíðu 5 mynd og undir henni stendur: Forseti Íslands veitir viðurkenningu í nýsköpunarkeppni grunnskólanna. Þar undir fróðleiksmoli: Fyrstu farsímarnir. 3. apríl árið 1973 var hringt í fyrsta sinn úr farsíma. Símtækið vó 1 kíló og var fyrirferðar mikið. Reyndar höfðu áður verið settir símar í bíla sem kallaðir voru farsímar, en þeir voru mun þyngri og fyrirferðar meiri. Á þessum tíma höfðu fáir trú á því að hægt væri að gera farsíma sem stinga mætti í vasan. Fyrstu farsímarnir voru teknir í notkun á Íslandi árið 1986. Þetta voru svokallaðir NMT símar. Tólið var klunnalegt og símanum fylgdi stór, þung rafhlaða. Einstaklingsverkefni. Vandi í umhverfinu. Veltu fyrir þér vanda í daglegu umhverfiðinu. Hvaða vandamál þetta? Af hverju þetta vandamál? Hvað orsakar þennan vanda? Hvaða afleiðingar hefur þessi vandi? Dettur þér í hug einhver lausn? Hópverkefni. Hvaða vanda viljið þið að hugvitsmenn eða vísindamenn leysi? Veltið fyrir ykkur vanda í tækni og vísindum. Hvaða vandamál þetta? Hvað orsakar þennan vanda?
Viljið þið að fundin sé lausn á þessum vanda? Aflið ykkur upplýsinga hvort hugvits eða vísindamenn séu að reyna að leysa þennan vanda. Einstaklingsverkefni. Gæti ekki lifað án þess. Án hvaða tækis eða áhalds vildir þú síst vera? Leitaðu upplýsinga hvenar þetta tæki var fundið upp. Hvernig komust krakkar eiginlega af án þessa tækis, áhalds, fyrir þann tíma? Eiga allir krakkar í heiminum möguleika á að eignast svona tæki eða áhald? Ef svo er ekki, hvað kemur í veg fyrir það? Blaðsíða 6. Nákvæmni í vinnubrögðum. Vísindin krefjast agaðra vinnubragða. Vísindamaður þarf að sannfæra sig að þær upplýsingar sem hann hefur undir höndum séu réttar. Það eru til svo margar rannsóknir og margvíslegar niðurstöður úr þeim. Sumar niðurstöður eru einfaldlega rangar af því að vísindamennirnir sem unnu rannsóknina vönduðu sig ekki nógu vel. Góð rannsókn er þannig gerð og þannig lýst að annar vísindamaður getur endurtekið hana með sömu efnum og áhöldum og fengið sömu niðurstöðu. Stundum eru áhöldin sem notuð eru við rannsóknir ekki nægilega nákvæm eða þau henta einfaldlega ekki við rannsóknina. Það er til dæmis afar óhentugt að nota 1 metra langa spýtu til þess að mæla hvað nefið á þér er langt. Með slíku mælitæki yrði mælingin væntanlega mjög ónákvæm. Einnig væri 1 metra löng spýta ónótæf til þess að mæla meðalþyngd allra reiðhjóla sem bekkjarfélagar þínir eiga. Þú mælir ekki þyngd með lengdarmæli. Stundum er ekki gætt nægilega mikils hreinlætis, til dæmis við blöndun efna. Einnig hafa margir gert mistök við skráningu gagna. Jafnvel þó að niðurstöður séu óhagstæðar, er mjög mikilvægt að segja satt og rétt frá. Sumar af merkustu uppfinningum sögunar hafa orðið til fyrir mistök. Ef reynt er að horfa fram hjá mistökunum og falsa niðurstöður, gætu mikilvæg tækifæri glatast. Tilraunir og skýrslugerð. Vísindamenn gera tilraunir til þess að finna svör við ráðgátum. Í þessari bók eru margar tilraunir sem þú þarft að glíma við. Það er mikilvægt að gera skýrslu hverja tilraun. Skýrslan þarf ekki að vera löng. Þegar þú gerir slíka skýrslu skaltu fylgja eftirfarandi leiðbeiningum. Tilgangur. Áður en tilraun er gerð, þarft þú að átta þig á tilgangi hennar. Hvaða spurningu á rannsóknin að svara? Efni og áhöld. Tilgreindu hvaða efni og áhöld þú þarft að nota við tilraunina. Lýsing. Lýstu hvernig þú gerir tilraunina. Það gæti hjálpað að teikna mynd í skýrsluna sem lýsir því sem þú gerir. Góð mynd segir meira en mörg orð. Niðurstaða. Ljúktu skýrslunni með því að skrifa niðurstöður tilraunarinnar. Að hverju komstu? Þannig svarar þú rannsóknar spurningunni. Hópverkefni. Linsoðin egg. Skipuleggið og skrifið skýrslu hvernig þið mynduð linsjóða egg á vísindalegan hátt. Hvaða efni notiði? Hvaða áhöld þurfiði? Hvernig gerið þið tilraunina? Hvað gæti orðið til þess að þið þyrftuð að endurtaka tilraunina? Eru gögnin ykkar nógu skýr til þess að nemendur í öðrum skólum geti endurtekið tilraunina ykkar? Blaðsíða 7. Siðferði í vísindum. Vísindamaður á að leita samþykkis þeirra sem taka þátt í rannsókn og tryggja að þeir verði ekki fyrir skaða af þáttöku í henni. Það telst því ekki siðlegt að blanda í leyfisleysi lyfi í drykkjarvatn allra húsvíkinga til þess að athuga hvort höfuðhár þeirra vaxi hraðar við lyfjagjöf en hár hvergerðinga sem fá ekkert lyf. Við vísindamanni blasa stundum aðstæður sem krefjast þess að hann spyrji sig hvort hann eigi að halda rannsókninni áfram. Til dæmis ef grunur vaknar að þáttakendur í rannsókn skaðist af henni. Sagan geymir hræðileg tilvik, þar sem að ýmsar tilraunir hafa verið gerðar á föngum í fangabúðum
og hermönnum. Þú skalt ekki trúa öllu sem þú sérð og heyrir. Jafnvel þó sagt sé að vísindamenn hafi sannað það. Stundum birtast niðurstöður rannsókna sem eru beinlínis rangar. Þá hafa vísindamennirnir ekki beitt vísindalegu vinnubrögðum af nægilegri nákvæmni. Stundum birtast niðurstöður sem eru falsaðar og grunur leikur á að jafnvel hafi fyrirtækja eigendur borgað vísindamönnum fyrir að segja ekki allan sannleikann rannsóknir sínar. Þetta hafa tóbaksframleiðendur meðal annars gert. Hvaða hag allir þeir hafi af því? Hópverkefni. Lyf handa öllum. Lyf eru til af ýmsum gæðum og gerðum. Hvað finnst ykkur það að fólk eigi þess ekki kost að fá lyf við hæfi af því að þau eru svo dýr? Eiga allir menn að búa við sambærilega heilbrigðisþjónustu? Ræðið þessar spurningar og setjið fram rök fyrir máli ykkar. Hópverkefni. Tilraunir á dýrum. Er hægt að réttlæta það að dýr séu notuð til að kanna áhrif snyrtivara og lyfja sem ætluð eru fólki? Er eitthvað athugavert við að prófa lyf og snyrtivörur á öpum, hundum eða rottum? Finnið og ræðið rök með og á móti tilraunum á dýrum. Einstaklingsverkefni. Erum við betur sett? Margir spyrja sig hvort að við séum betur sett með allri þessari nútíma tækni. Hafa allar breytingar verið til góðs? Taktu stutt viðtal við 2 aldna ættingja þína og spurðu hvað sé að mati þeirra mikilvægasta tækninýjungin sem þeir hafi upplifað á ævi sinni. Hefur einhver tækniþróun gert lífið að einhverju leyti verra frá því sem það var í þeirra ungdæmi? Blaðsíða 8. Samstarf, verkaskipting. Til þess að ná árangri þurfa vísindamenn að eiga samstarf við aðra vísindamenn. Í mörgum rannsóknum starfa saman stórir hópar fólks að sameiginlegu markmiði, að finna lausn á tilteknum vanda. Til þess að samstarfið heppnist sem best verða allir að leggja sitt að mörkum, haga störfum sínum í samræmi við þarfir hópsins og vera tilbúnir til þess að leggja á sig vinnu í þágu sameiginlegra hagsmuna. Þetta þýðir þó ekki að allir í hópnum eigi að gera það sama og allir eigi alltaf að vera saman. Það er mjög mikilvægt að í hópnum sé verkaskipting, þar sem hver og einn hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Við erum öll einstök og allir geta lagt sitt af mörkum, því enginn getur allt og allir eru góðir í einhverju. Hver er góður að vinna með tölur? Hver er góður að tjá sig? Hver er góður í að skrifa texta? Hver vandvirkur og ábyrgur? Hver er góður teiknari? Hver er góður að vinna á tölvu? Hver er góður sáttasemjari? Hver er góður ljósmyndari? Hver hefur næmt auga fyrir smáatriðum? Hver er góður í að benda öðrum á hvernig hægt er að vinna betur? Hver er góður í að sjá heildarmyndina? Hver er góður í að hvetja aðra áfram? Allt eru þetta atriði sem skipta máli í hópastarfi. Hópverkefni. Samstarf og verkaskipting. Skipuleggið hvernig þið mynduð vinna saman að því að mæla aksturshraða bifreiða sem aka fram hjá skólanum ykkar. Hvernig skiptið þið með ykkur verkum? Hvaða efni og áhöld þurfið þið að hafa? Hvaða öryggisatriði þurfið þið að hafa í huga? Veistu svarið? 1. Nefndu 3 dæmi tæki sem voru fundin upp á 20. öldinni. 2. Nefndu 3 dæmi hluti sem þú telur að eigi eftir að finna upp. 3. Notaðu leitarvélar á netinu eða önnur gögn til þess að finna upplýsingar uppruna 3 tækja eða áhalda sem þú notar í daglegu lífi. Til þess að finna upplýsingarnar er stundum betra að leita að orðinu á ensku. 4. Það skiptir máli að vera virkur í hópstarfi. Allir eru góðir í einhverju en enginn er góður í öllu. Hvaða hlutverk hentar þér vel í hópstarfi
og í hvaða hlutverki langar þig til að verða betri. 5. Hvaða aðferð myndir þú nota til þess að mæla meðal þyngd allra reiðhjóla sem bekkjarfélagar þínir eiga? 6. Það er mikilvægt að uppskriftir í matreiðslubókum séu nákvæmar og matreiðslunni svo vel lýst að þeir sem lesa bókina geti eldað réttina. Hvað er líkt með skýrslugerð og uppskrift í matreiðslubók? Blaðsíða 9. Allt er úr einhverju. Títuprjónn, vatnspollur, blaðra, sandkorn, geisladiskur, hundaskítur, plastpoki, gufa, ryknóðri, laufblað, sykurmóli og snjókorn. Allt eru þetta hlutir í umhverfi okkar. En úr hverju eru þessi hlutir? Þeir eru allir úr efnum. Jafnvel prumpufíla er úr einhverju. Ef þú hugleiðir það, þá eru til ótrúlega margir ólíkir hlutir og mörg ólík efni. Hvað hefur þú til dæmis séð eldhús áhöld úr mörgum ólíkum efnum? Efni geta tekið breytingum. Ef saumnál hitnar mjög mikið, getur hún bráðnað. Ef lofti er blásið í blöðruna, þá þenst hún út. Öll vitum við hvaðan prumpufíla kemur. En hvað verður hana? Ef vatnið í vatnspollinum frýs, þá breytist það í ís. Ís er efni, en hvað verður ís sem er látin standa á borði við stofuhita? Ef við sjóðum vatn, myndast gufa. Er vatn, gufa og ís allt sama efnið? Já, auðvitað. En efni taka breytingum eftir hitastigi og það er eitt af sérkennum þeirra. Vatn, gufa og ís eru því sama efnið sem tekur breytingum eftir hitastigi. Allt okkar daglega líf byggist á því að efni blandast saman og ný myndast. Margar atvinnugreinar byggja mjög á þekkingu á efnum og hvernig þau verka hvert á annað. Gott dæmi það er fatahreinsun. Þeir sem hreinsa föt þurfa að hafa góða þekkingu í efnafræði til að ná sem bestum árangri í starfi sínu. Það er líka mikilvægt að þekkja til efnafræði til að umgangast þau efni sem til eru á flestum heimilum. Mörg þessara efna eru mjög hættuleg ef ekki er rétt farið með þau. Á hverju heimili eru notuð margvísleg hreinsi og þvottaefni. Það er mikilvægt að nota þau sparlega til þess að minnka efnamengun. Sum þeirra eru hættuleg og þarf að gæta þess að anda þeim ekki að sér, fá þau í augun eða neita þeirra. Hópverkefni, aðvörunarmerkingar á hreinsiefnum. Skoðið nokkrar tegundir hreinsi og þvottaefna. Hvað þýða merkingarnar? Hvaða efni eru hættuleg? Hvað er hægt að gera til þess að minnka líkur á því að þessi efni skaði einhvern? Er hægt að nota óskaðleg efni í þeirra stað? Blaðsíða 10. Byggingarefni alheimsins. Legoland í Danmörku er sannkallaður undraheimur. Allar byggingar í Legolandi eru úr kubbum. Legokubbarnir bjóða upp á óteljandi möguleika. Ef þú hefðir ótakmarkaðan fjölda kubba af 90 gerðum, mislitum og misstórum, gætir þú sennilega búið til ótrúlega margar gerðir af kubbabyggingum. Allt sem er í kringum þig, allir hlutir, allt sem þú sérð og getur snert, er gert úr örsmáum ögnum sem kallast frumeindir, atóm. Þessar frumeindir bindast saman í sameindir. Frumeind er því eins og einn kubbur og með því að raða 2 eða fleiri kubbum saman getur þú búið til sameind. En þar með er ekki öll sagan sögð, því það þarf gríðarlegan fjölda sameinda til að mynda eitthvað sem við sjáum með berum augum og getum snert. Frumur líkamans eru hver sig úr milljónum frumeinda. Frumeindir eru svo agnarsmáar að þú getur ekki einu sinni séð þær með sterkustu smásjánum og alls ekki með stækkunargleri. Frumeindir. Frumeindir eru minnstu byggingareiningar allra efna. Þær eru svo litlar að í einum títiprjónshaus eru fleiri en 100.000 milljónir frumeinda. Þótt ótrúlegt sé,
þá allt efni gert úr þessum frumeindum sem tengjast saman á margvíslegan hátt. Sömu tegundir frumeinda að finna á jörðinni og annar staðar í alheiminum. Hugsaðu þér, allt sem á fjarlægustu reikistjörnu alheimsins úr sömu tegundum frumeinda og allt sem á jörðinni. Furðulegt, finnst þér ekki? Blaðsíða 11. Sameindir. Flestar tegundir frumeinda geta tengst öðrum frumeindum. Þegar tvær eða fleiri frumeindir bindast saman mynda þær sameind. Því eru sameindir oft byggðar úr fleiri en einni gerð frumeinda. Sameindir í vökva eru á stöðugri hreyfingu og blandast því saman. Á sama hátt eru loftsameindir á stöðugri hreyfingu. Þess vegna berst ilmvatnslykt allt herbergið þegar ilmvatni úðað út í loftið. Það sama á við prumpufíluna. Sameindir lyktarefnanna berast til okkar loftið. En smátt og smátt blandast lyktarefnin loftinu, deyfast og deyfast. Sameindir hreyfast miklu hraðar í lofti en vökvum. Matarlitur því lengur að dreifast vatn en lyktarefni loft. Frumefni. Efni sem eru gerð úr aðeins einni tegund frumeinda kallast frumefni. Hver sameind í frumefni úr einni gerð frumeinda. Í náttúrunni eru því aðeins kunn 90 frumefni. Ef aftur notuð samlíking við kubbana, þá frumefni eins og fjöldi kubbabygginga sem eru aðeins úr einni gerð af kubbum. Frumefni gert úr aðeins einni tegund frumeinda. Gull, járn og helium eru dæmi frumefni. Helium lofttegund og stundum blásið í blöðrur á sumardeginum 1. og 17. júní. Efnasamband. Ekki eru öll efni frumefni. Ef einhver sameind í efni úr fleiri en einni gerð frumeinda, efnið efnasamband. Í efnasambandi eru allar sameindir eins, þó svo að þær séu úr fleiri en einni gerð frumeinda. Ef þú myndir byggja efnasambandshrúgu úr kubbum, væru allar byggingar eins, en hver bygging væri úr 2 eða fleiri gerðum af kubbum. Vatn, salt og koltvíoxíð eru dæmi efnasambönd. Einstaklingsverkefni. Sameindirnar eru á hreyfingu. Heltu vatni í glært glas. Láttu fáeina dropa af matarlit eða mjólk í vatnið. Lýstu því sem gerist. Prófaðu að nota vatn með annað hitastig. Hvaða niðurstöðu skilar sú samanburðartilraun? Á blaðsíðu 11 mynd og undir henni stendur: Súrefni frumefni. Súrefnissameind gerð úr 2 súrefnis frumeindum. Henni má líkja við kubbana á myndinni að ofan. Á blaðsíðunni önnur mynd og við hana stendur: Vatnssameind efnasamband sem gert úr 2 vetnisfrumeindum og einni súrefnisfrumeind. Henni má líkja við kubbana á myndinni að ofan. Blaðsíða 12. Efnatákn. Hvert frumefni táknað með bókstöfum, 1 stórstafur eða 2 stórstafur og lítill stafur. Efnasamband táknað með því að raða þessum bókstöfum saman. Þannig sést úr hvaða frumefnum þau eru gerð. Talan aftan við hvern bókstaf sýnir fjölda frumeinda af viðeigandi frumefni í einni sameind. Frumefnið vetni hefur táknið H. Frumefnið súrefni hefur táknið O. Vatn efnasamband, efnaformúla vatns H2O. Í einni vatnssameind eru 2 vetnisfrumeindir og 1 súrefnisfrumeind. Súrefni frumefni. Efnaformúla súrefnis O2. Í einni súrefnissameind eru 2 súrefnisfrumeindir. Efnablanda. Í andrúmsloftinu eru fjölmargar lofttegundir. Í því eru meðal annars 3 frumefni: nitur, N2, súrefni, O2 og argon,
NaR og 2 efnasambönd, koltvíoxíðið CO2 og vatn H2O. Sameindir þessara frumefna og efnasambanda bindast ekki saman. Sameindirnar blandast bara saman. Andrúmsloftið því ekki kallað efnasamband, heldur efnablanda. Saltvatn blanda af 2 efnasamböndum, vatni, H2O, og salti, NaCl. Ef á ný notuð samlíking kubbana, þá eru í andrúmsloftinu margar gerðir af kubbabyggingum. Sumar byggingarnar eru aðeins úr einni gerð kubba, frumefnin, en aðrar úr 2 eða fleiri gerðum kubba, efnasamböndin. Einstaklingsverkefni, frumefni, efnasamband. Tilgreindu hvort eftirtalin efni eru frumefni eða efnasambönd. Í eftirfarandi dæmum koma samtals 8 frumefni við sögu. Geturðu áttað þig á hver þau eru? Vatn, H2O, vetni, H2, kvikasilfur, Hg, súrefni, O2, nitur, N2, ammóníak, NH3, salt, NaCl, gull, Au, koltvíoxíð, CO2. Hópverkefni. Efnin í umhverfinu. Finnið nokkra hluti í umhverfi ykkar og flokki þá í frumefni, efnasambönd og efnablöndur. Reynið að finna að lágmarki 1 hlut í hvern flokk. Á miðri blaðsíðunni mynd og við hana stendur: efnablanda eins og þorp af ólíkum kubbahúsum sem tengjast ekki saman. Blaðsíða 13. Fróðleiksmoli. Að búa til gull. Öldum saman héldu menn að allir hlutir á jörðinni væru gerðir úr lofti, jörð, eldi og vatni. Hægt væri að búa til hvaðeina með því að blanda því saman í réttum hlutföllum. Ýmsir reyndu að auðgast með því að búa til gull úr öðrum algengum málmum. Tilraunir þessara manna mistókust allar. Nú vitum við að það vegna þess að gull frumefni. Allar frumeindirnar í hreinu gulli eru gullfrumeindir. Því ekki hægt að búa til gull með því að blanda saman öðrum efnum. Álver. Ál frumefni. Ál verðmætur málmur af því hann léttur og sterkur. Nokkur álver eru starfrækt á Íslandi. Í álverksmiðjum framleitt ál úr súráli sem efnasamband áls og súrefnis. Súrálið flutt sjóleiðina til Íslands frá Ástralíu. Í álverum álið skilið frá súrefninu með aðferð sem krefst mikillar raforku. Þannig verður til hreint ál. Álið síðan flutt með skipum frá Íslandi til annarra landa þar sem það notað í ýmsan iðnaðarvarning. Á blaðsíðunni mynd og við hana stendur: álverið í Straumsvík. Hópverkefni. Orkan í álverinu. Aflið ykkur upplýsinga eitthvert álver á Íslandi. Hvaðan fær það orkuna? Hvernig varð sú orka til? Hvað þarf það mikla orku þegar álverið í fullri vinnslu? Hvað fer mikill hluti raforku á Íslandi til stóriðju? Hópverkefni. Ferð álsins. Íslensk gosdrykkjafyrirtæki fá tómar áldósir meðal annars frá Svíþjóð. Finnið og rekið ferðasögu áls í áldós á landakorti frá því að það unnið úr jörðu í Ástralíu sem súrál og að endingu sent saman þjappað frá Íslandi í endurvinnslu í Englandi. Þaðan það sent víða heim til framleiðslu á iðnaðarvarningi. Blaðsíða 14. Föst efni. Í föstum efnum liggja sameindirnar mjög þétt saman og eru í föstum skorðum. Þær titra í stöðugri sveifluhreyfingu en færast þó ekki úr stað. Tré
er fast efni. Járn er fast efni. Ís er fast efni. Hvaða föstu efni er að finna í herberginu þínu? Vökvar. Sameindir í vökva liggja þétt saman en þær tengjast ekki eins sterkt saman og sameindir í föstum efnum. Þess vegna geta þær hreyfst Því breyta vökvar lögun og renna. Vatn er vökvi. Síróp er vökvi. Hvaða vökva finnur þú í ískápnum heima hjá þér? Lofttegundir. Í lofttegundum er langt á milli sameinda og þær eru á þeytingi í allar áttir. Því er engin tenging á milli þeirra. Eina snertingin sem verður á milli sameinda er þegar þær rekast hver á aðra. Loftið sem þú andar að þér er blanda af ýmsum lofttegundum. Það eru ólík efni í andrúmsloftinu eftir því hvar þú ert. Þetta getur þú sannreynt með því að draga djúpt að þér andan inni í eldhúsi á kvöldverðartíma, inni á baðherbergi, inni í geymslu, í skógarlundi, við hafið og uppi á fjallstoppi. Fróðleiksmóli. Rotvarnarefni. Flest öll efni sem við notum í daglegu lífi eru efnablöndur. Efnafræði er vísindagrein sem hefur haft mikil áhrif á daglegt líf okkar og við notum og neytum margvíslegra efna oft án þess að þekkja tilurð þeirra og notagildi. Þekking á efnafræði hefur til dæmis hjálpað okkur að varðveita matvæli lengur en áður var hægt. Öll matvara skemmist með tímanum og hægt er að fá matareitrun af því að borða skemmdan mat. Í gegnum árþúsundin hefur maðurinn þróað ýmsar aðferðir til þess að auka geymsluþol matvæla, til dæmis með súrsun, kælingu, þurrkun, suðu, söltun og pökkun. Einnig eru til efni, svokölluð rotvarnarefni, sem auka geymsluþol matvæla. Þessum efnum er bætt út í matvöruna til þess að hún varðveitist lengur. Og við þennan fróðleiksmóla er mynd og undir henni stendur: strangar reglur gilda upplýsingar efna innihald matvæla. Á blaðsíðu 14 eru 3 skýringamyndir. Við þá fyrstu stendur föst efni. Í föstum efnum liggja sameindirnar mjög þétt saman og eru í föstum skorðum. Við aðra skýringamyndina stendur vökvar. Sameindir í vökva liggja þétt saman, en þær tengjast ekki eins sterkt saman og sameindir í föstum efnum. Og loks er 3. skýringamyndin lofttegundir. Í lofttegundum er mjög langt á milli sameinda og þær eru á þeytingi í allar áttir. Blaðsíða 15. Einstaklingsverkefni, saltvatn. Blandaðu saman bolla af vatni og teskið af salti í lítið glas. Hrærðu vatninu og saltinu saman. Hvað verður saltið? Láttu glasið standa á heitum stað í viku eða þar til allt vatnið er gufað upp. Hvað situr eftir á botni glassins? Einstaklingsverkefni, skoðaðu í skápana. Hvað er gert á þínu heimili til þess að auka geymsluþol matvæla? Af hverju þarf að geyma sum matvæli í kæli? Af hverju geymist kjöt betur í frysti en á eldhúsborðinu? Þarf að geyma kexpakka við sérstakar aðstæður. Skoðaðu dagsetningar á umbúðum í ískápnum og öðrum skápum. Hvað þýðir að matvara sé best fyrir? Veistu svarið? 1. Hver er munurinn á frumeind og sameind? 2. Úr hvaða 2 frumefnum er koltvíoxíð? 3. Hvort er súrefni frumefni eða efnasamband? 4. Ef þú blandar saman hreinu vatni, H2O, og salti, NaCl, verður til saltvatn. Hvort er saltvatn efnasamband eða efnablanda? 5. Er andrúmsloftið efnasamband eða efnablanda? 6. Skoðaðu landakort og kannaðu leiðina sem súrálið fer frá Ástralíu til Íslands og svo sem ál til landa eins og Englands. Af hverju er súrálið flutt alla leið til Íslands til að vinna ál úr því?
7. Aðeins þarf 5% af þeirri orku sem þarf til frumvinnslu áls til þess að endurvinna það. Skoðaðu ferðasögu áls miðað við að aðeins sé notað endurunnið ál í gosdrykkjardósir. Af hverju er umhverfisvænna að nota endurunnið ál en frumunnið ál við framleiðslu á dósunum? 8 vísar til 3 mynda á miðri síðu. Á fyrstu myndinni eru 6 mismunandi kubbabyggingar, mismunandi að lit, lögun og stærð. Á miðmyndinni eru 4 kubbabyggingar, allar af sama lit, lögun og stærð. Á 3. myndinni eru 3 kubbabyggingar, hver sig gerð úr 2 kubbum af mismunandi lit, gerð og lögun. Og þá kemur spurning 8. Hverri kubbabyggingarna hér að ofan er hægt að líkja við a. frumefni, b. efnablöndu, c. efnasamband. Blaðsíða 16. Efni hefur magn og massa. Rúmmál. Einn daginn sagði Alexandra við Birki litla bróður sinn: Farðu út í búð og kauptu 1 kíló af mjólk og 2 metra af ávaxtasafa. Birkir varð eins og 1 spurningamerki í framan. Þetta hljómaði eitthvað einkennilega. Ég er bara að stríða þér, sagði Alexandra. Kauptu 1 lítra af mjólk og 2 lítra af ávaxtasafa. Þetta skildi Birkir betur. Lítrar. Á hverjum degi könnum við magn efnis. Ef þú ferð út í búð og kaupir 2 lítra af ávaxtasafa, ertu í raun að kaupa ákveðið rúmmál af ávaxtasafa. Sömu sögu er að segja flesta vökva sem seldir eru í verslunum. Rúmmál er 1 mælikvarði á efnismagn og er það oft mælt í lítrum. Það er ekki alltaf auðvelt að notast við mæli eininguna lítra. Til að búa til aðrar einingar notum við forskeytin kíló, hektó, deka, desi, senti og milli. Þegar við mælum rúmmál sem er minna en lítri, mælum við það oftast í millilítrum eða desilítrum. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: Mæliglas er notað til að mæla rúmmál vökva. Mæliglös eru aflöng og þau hafa sléttan botn svo þau geti staðið sjálf. Mæliglös eru til í mismunandi stærðum. Þau smæstu sem notuð eru í grunnskólum mæla mest 10 millilítra, en til eru í sumum skólum mæliglös sem mæla 1000 millilítra. Á blaðsíðunni er önnur mynd og við hana stendur: Þegar lesið er af mæliglasi þarf að hafa varan á, því hægt er að láta blekkjast. Vatnið loðir við brúnir mæliglasins svo yfirborðið sýnist tvöfalt. Þá að horfa lárétt á mæliglasið og lesa af neðri brún yfirborðsins til að mælingin reynist rétt. Hópverkefni. Hve margir millilítrar eru í hálfs lítra gosflösku? Mælið hversu mikið magn er í hálfs lítra gosflösku með því að hella innihaldinu í mæliglas. Hvert er rúmmál vökvans í millilítrum? En í 2 lítra flösku? Hópverkefni. Magn vökva í drykkjarumbúðum. Skoðið ólíkar drykkjarvöru umbúðir. Hversu mikið magn vökva er sagt að sé í umbúðunum? Finnið þið einhverjar umbúðir fyrir 250 millilítra vökva. Sannreinið upplýsingar magnið með tilraunum. Blaðsíða 17. Fróðleiksmóli. Stærð bakpoka er gefin upp í lítrum. Það eru ekki aðeins vökvar sem eru mældir í lítrum. Stærð bakpoka er mæld í lítrum. Algengir bakpokar fyrir ferðamenn eru 50 til 70 lítrar að stærð. Það þýðir ekki að þeir séu hentugir til þess að bera 50 til 70 kíló. Heldur gefa þessar tölur til kynna hversu miklu rúmmáli efnis er hægt að koma í pokana. Rúmmetrar. Rúmmál er ekki alltaf miðað við lítra. Rúmmál fastra efna er oft mælt í rúmmetrum.
Til þess að finna rúmmál kassa er hægt að mæla lengd þeirra, breidd og hæð. Auðveldast er að velja sér eitt horn á kassanum og mæla þessar 3 stærðir út frá því horni. Til þess að reikna rúmmál kassa með kantlengdirnar 5 cm, 4 cm og 2 cm þarf að margfalda þessar 3 stærðir saman. Rúmmál er sama sem lengd sinnum breidd sinnum hæð. Ef þú mælir rúmmál kassa sem hefur kantlengdirnar 1 metra, 2 metra og 3 metra er ekki nóg að segja að rúmmál kassans sé 6. Mæli einingin metri kemur 3 fyrir. Metri sinnum metri sinnum metri er sama sem metri í 3. veldi. Rúmmálið er því 6 rúmmetrar en ekki 6 eða 6 metrar. Fróðleiksmóli. Samband millilítra og rúmsentimetra. Það er ákveðið samband á milli mæli eininganna millilítri og rúmsentimetri. Steinkubbur sem er 1 rúmsentimetri ryður frá sér 1 millilítra af vatni. Með því að mæla hvað hlutur með óreglulega lögun ryður miklu vatni frá sér í millilítrum má finna rúmmál hans í rúmsentimetrum. Það er stundum erfitt að sannreyna þetta með mikilli nákvæmni með þeim áhöldum og búnaði sem notaður er í grunnskólum. En það væri samt gaman að prófa. Hvaða áhöld þyrftir þú að nota? Hópverkefni. Hve stór er kubburinn? Finnið nokkra kubba, mælið kantlengdir kubbanna í sentimetrum og reiknið út rúmmál þeirra. Blaðsíða 18. Massi. Eins og þú veist vegur skólaborðið þitt mun meira en blýanturinn. Það sem ræður þessu mun er að borðið er úr margfalt fleiri frumeindum en blýanturinn. Því er sagt að borðið hafi meiri massa en blýanturinn. Tár og hár hafa massa. Gas í gasblöðru hefur líka massa. Massa er hægt að mæla með vog. Massi og grömm. Massi hlutar er mælikvarði á efnismagn hans og hann er oft mældur í grömmum. Efnismagn ræðst af fjölda og tegundum frumeinda í hlutnum. Þegar við vigtum hlut viljum við vita hvert efnismagn hans er. Það er massin. Það er kallað að mæla massan. Þegar við mælum massa mjög léttra eða þungra hluta, notum við forskeytin kíló, hektó, deka, desi, senti og milli. Þegar við mælum massa sem er minni en gramm, mælum við hann oftast í milligrömmum. Meiri massi er oftast gefin upp í kílógrömmum. Í mataruppskriftum er massi hráefnis oft gefin upp í grömmum. Innihald efna í lyfjum er oft gefið upp í milligrömmum. Massi ávaxta og grænmetis er gjarnan gefin upp í kílógrömmum en massi fiskafla í tonnum, sem eru 1000 kílógrömm. Í mörg þúsund ár hefur maðurinn búið yfir tækni til að vega massa hluta en það er gert með vogum. Einfaldasta gerðin er jafnarma skálavog. Jafnarma skálavog byggist á sama lögmáli og vegasalt, eða ramba, eins og þetta leiktæki er kallað sumstaðar á Íslandi. Á annan arminn er látin hlutur með þekktum massa, til dæmis lóð. Á hinn arminn er látin sá hlutur sem á að vigta. Ef þú þarft að fá 1 kíló af hveiti setur þú lóð sem vegur 1 kíló, það er þekktur massi, á annan arm skálavogarinnar og setur síðan hveiti á hinn arm skálavogarinnar þar til armarnir eru í jafnvægi. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur jafnarma skálavog. Blaðsíða 19. Efst á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur massin á voginni mælist 100 grömm pluss 20 grömm pluss 3 grömm eða 123 grömm. Til hliðar við myndina er eftirfarandi texti. Þetta tæki heitir skálavog og er til í mörgum skólum. Á voginni eru 3 lóð. Hvert þeirra hefur mismunandi massa.
Minnsta lóðið hentar til að mæla massa hlutanna á bilinu 0 til 10 grömm. Næst stærsta lóðið hentar til að mæla massa hluta í tugum gramma talið. Stærsta lóðið hentar til þess að mæla massa hluta í 100 gramma. Núllstilla verður vogina áður en hún er notuð. Síðan er hluturinn með óþekkta massan látin á plötuna og síðan lóðunum rennt til á sleðunum þar til vogin er í jafnvægi og byrjað á þyngsta lóðinu. Einstaklingsverkefni. Massi í dagblöðum. Veldu þér dagblað eða tímarit. Findu dæmi hvernig grunneiningin gramm og forskeytið kíló er notað í einu dagblaði eða tímariti. Einstaklingsverkefni. Skoðaðu aftur í skápana. Skoðaðu 10 umbúðir af matvöru. Findu nokkra hluti sem vega meira en 100 grömm og nokkra hluti sem vega minna en 100 grömm. Hver er þyngsta matvaran sem þú finnur? Hver er svo léttasta? Fróðleiksmóli. Þyngd. Í daglegu tali merkir þyngd það sama og massi. Í raun og veru er þyngd hins vegar ekki það sama og massi. Þyngd hlutar er sá þyngdarkraftur sem verkar á hann frá öðrum hlutum og er mældur í krafteiningu sem heitir Newton. N er sama sem Newton. Við finnum aðeins fyrir þyngdarkrafti frá mjög stórum hlutum, svo sem reikistjörnum. Án þyngdarkraftsins héldist lofthjúpurinn ekki við jörðina, heldur hyrfu allar lofttegundirnar út í geiminn. Þyngdarkraftur togar í sameindirnar í loftinu og heldur þeim við jörðina. Þyngdarkraftur sólar heldur reikistjörnunum á sporbraut sólu. Neðst á blaðsíðu 19 er mynd og við hana stendur: greina má lofthjúp jarðar eins og örþunna himnu jörðina á þessari mynd. Blaðsíða 20. Hópverkefni. Jafn þungt. Hver nemandi á að finna 2 litla hluti sem honum finnst vera nákvæmlega jafn þungir þegar þeir eru vegnir í hendi. Hlutina á síðan að vigta á vog og bera massa þeirra saman. Berið saman niðurstöður ykkar. Setjið niðurstöður hópsins upp í töflu. Hópverkefni skólataskan. Tilgangur tilraunar: að mæla massa þeirra hluta sem eru í skólatösku. Efni og áhöld: vog og skólataska með öllum bókum og áhöldum. Lýsing: núllstillið vogina. Mælið massa hvers hlutar sem í töskunni er og setjið niðurstöðu ykkar upp í töflu. Leggið saman heildarmassa hlutana. Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komistið. Einstaklingsverkefni. Baðvog. Mældu massa þinn á sömu baðvoginni daglega, kvölds og morgna í heila viku og skráðu hjá þér niðurstöður. Er eitthvað sem vekur athygli þína? Massi efnis varðveitist. Massi hlutar er allstaðar sá sami ef efnismagn hans breytist ekki. Það er sama hvað við gerum við hlutin, til dæmis kælum eða hitum hann. Massi hans breytist ekki nema ef við bætum einhverju efni við hann eða tökum eitthvað í burtu. Það skiptir því ekki máli hvort þú vegur gosflösku á láglendi eða hæsta fjalli heims. Hitar hana eða kælir, hún vegur alltaf jafn mikið. Því efnismagnið er það sama og þar með massin. Ef þú hins vegar hellir einhverju af innihaldi flöskunar eða bætir við það, breytirðu efnismagninu og þá breytist massin. Í meira en 200 ár hafa menn vitað að massi efnis varðveitist, þó svo að efni taki breytingum. Varðveisla massa byggist á því að allir hlutir eru gerðir úr frumeindum og massi frumeindana breytist ekki. Sjáðu hvað gerist þegar þú kveikir á kerti. Kertið bráðnar smátt og smátt og sannarlega minnkar massi þess. Ekki má gleyma að agnir svífa út í loftið við brunan. Þessar agnir eru úr frumeindum. Ef þér tækist að finna allar þessar agnir og koma þeim á vogina með kertistufnum,
sæir þú að massin hefur ekki breyst. Blaðsíða 21. Hópverkefni. Sykur og vatn. Tilgangur: að athuga hvort massi og rúmmál varðveitist þegar sykri blandað í vatn. Efni og áhöld: 10 grömm sykur, 2 mæliglös, vog og 90 millilítrar af vatni. Lýsing: vigtið mæliglas og skráið hjá ykkur mælinguna. Setið í það 90 millilítra vatni, vigtið það á nýjan leik og skráið hjá ykkur mælinguna. Vigtið 10 grömm af sykri og mælið rúmmál hans í mæliglasi í millilítrum. Setið sykurinn út í vatnið og mælið massa og rúmmál. Hefur massin breyst? Hefur rúmmálið breyst? Hvernig skýrið þið þetta? Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komist þið? Einstaklingsverkefni. Bráðnun. Settu klaka í plastbikar og lokað honum. Settu bikarinn með klakanum og lokinu og vog og mældu massan. Skráðu hjá þér niðurstöðu mælingarinnar. Settu bikarinn á ofn eða á annan hlýjan stað. Þegar klakin hefur bráðnað skaltu endurtaka mælinguna. Vatn utan á bikarnum? Hvaðan kemur það vatn? Rétt að þurrka það af? Hver niðurstaða mælingarinnar? Hefur massin breyst? Hvernig skýrirðu þetta? Hópverkefni. Kertið. Ímyndið ykkur að þið kveikið á litlu kerti og lokið það inni í stórum loftþéttum glerkassa. Þegar þið vegið kassan með kertinu fáið þið út að heildarmassin nákvæmlega 5 kíló. Þegar kertið brunnið upp, látið þið kassan með kertinu aftur á vogina. Hver haldið þið að heildarmassin sé? Af hverju haldið þið það? Veistu svarið? 1. Hvernig myndir þú mæla rúmmál salts? 2. Hugsaðu þér að þú hafi fjölmarga 1 rúmsentimeters teninga. Hvað þarftu marga teninga til þess að búa til byggingu eða hlaða sem 3 sentimetrar á kant? Hvað þarftu marga teninga til að búa til hlaða sem 2 sentimetra hár, 4 sentimetra breiður og 6 sentimetra langur? 3. Nefndu dæmi einfalt tæki til að mæla massa. 4. Af hverju varðveitist massi við efnabreytingu? 5. Eysteinn á leiðinni í fjallgöngu. Hann tekur með sér 1000 millilítra vatni, 220 gramma banana, hálft kíló af samlokum og 40 grömm af rúsínum. Hvað nestið hans þungt? 6. Seld 700 tonn af þjöppuðum áldósum úr landi á ári til endurvinnslu. Gefum okkur að helmingur dósana sé 0,5 lítrar og vegi 18 grömm, en hinn helmingurinn 3,3 desilítra dósir og að þær vegi 16 grömm. Hvað eru þetta þá margar dósir? Hversu mikið magn vökva hefur verið í þessum dósum? Blaðsíða 22. Ólík efni, mismunandi hegðun. Hvað gerist þegar vatn frýs? Af hverju hægt að bræða gull? Af hverju hækkar súlan í hitamælinum við aukinn hita? Af hverju eru rafmagnslínur stundum slakar og stundum strekktar? Hvernig stendur á því að sykur leysist upp í vatni en ekki sandur? Þekking á ýmsum sérkennum efna skiptir máli í daglegu lífi. Eykur öryggi og eflir skilning á ýmsum fyrirbrigðum í umhverfi okkar. Skoðum þessa leyndardóma nánar. Hamskipti. Efni getur verið fast, fljótandi eða loftkennt, eftir því hversu heitt það er. Hamur efnis fer eftir hita þess. Vatn getur verið fast efni, þá kallast það ís. Vatn getur verið vökvi, þá kallast það vatn. Vatn getur verið loft, þá kallast það vatnsgufa. Þegar hitinn breytist nægjanlega mikið, skiptir efnið ham. Ef ís bræddur, breytist hann úr föstu efni í vökva. Þetta kallað hamskipti. Ef við kælum vatnsgufu þéttist hún og breytist úr lofti í vökva.
Ef vatn kælt svo það frýs, skiptir það ham og verður fast efni. Ef vatn hitað svo það gufi upp, skiptir það ham og verður loft. Gull hægt að hita svo það bráðni og þar með orðið vökvi. Þegar fast efni hitað verður hreyfing sameindanna meiri og örari. Loks haldast þær ekki í sínum skipulegu röðum. Þá bráðnar efnið og skiptir ham, verður vökvi. Þegar vökvi hitaður eykst hreyfing sameindanna ennþá meira, þar til að fjarlægjast hver aðra svo mikið að röð sameindanna riðlast. Þær fjarlægjast enn meir og verða að gasi eða lofttegund. Ef breyta á gasi eða lofttegund í vökva hægt að kæla efnið. Við það hægist á hreyfingum sameindanna. Þegar hægst hefur nægjanlega mikið á sameindunum, raða það sér upp og mynda vökva. Við áframhaldandi kælingu þéttast raðirnar og það myndast fast efni. Á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur: með því að hita ís breytir hann ham og verður að vökva, vatni. Við áframhaldandi hitun síður vatnið og breytist í gufu, loftkenndan ham. Blaðsíða 23. Fróðleiksmoli. Óbreyttur hiti við hamskipti. Það kemur mörgum á óvart að við hamskipti efnis helst hiti þess óbreyttur. Orkan fer öll í hamskiptin. Það skiptir ekki máli hversu mikið af efninu og hve heitur orkugjafinn Suðumark vatns til dæmis það sama hvort sem við erum með lítið vatn eða mikið vatn. Hvort sem við hitum vatnið á 200 gráða heitri hellu eða 600 gráða heitri hellu, síður vatnið við 100 gráður. Þess vegna skiptir ekki máli hvort maður lætur kartöflur bull sjóða eða sjóða lítilli suðu. Vatn verður ekki heitara við suðumark en 100 gráður á Celsius og suðutími kartaflna því sá sami. Þessi vitneska getur hjálpað þér að spara orku. Það eina sem gerist við það að hafa óþarlega mikinn hita á hellunni að vatnið í pottinum gufar hraðar upp. Reyndar ganga hamskiptin hraðar fyrir sig ef hitastigið hærra. Ef þú síður lítra vatni ganga hamskiptin mun hraðar fyrir sig á 600 gráða heitri hellu en 200 gráða heitri hellu. Hópverkefni. Karen og snjórinn. Karen ætlar að sýna fram á að massi varðveitist við hamskipti. Hún lætur snjó í plastbikar og lokar honum. Bikarinn með snjónum vegur nákvæmlega 200 grömm. Eftir 2 klukkutíma allur snjórinn bráðnaður. Því næst vegur hún bikarinn við vatninu. Massin reynist vera nákvæmlega 200 grömm. Karen búin að sýna fram á að massin varðveitist við hamskipti. Hefði það haft áhrif á niðurstöður Karenar ef bikarnum hefði ekki verið lokað. Hópverkefni. Hitastig við hamskipti. Tilgangur: að kanna breytingu á hita vatns við suðu. Efni og áhöld: bikarglas, 100 millilítrar vatn, tilraunastandur, hitagjafi, hitamælir. Lýsing: hellið 100 millilítrum af vatni í bikarglas og hiti það að suðumarki. Fylgist með hitanum með hitamæli. Þegar vatnið síður skulið þið auka hitan undir bikarglasinu. Fylgist með hitamælinum. Breytist hitinn. Lækkið nú hitan undir glasinu en þið megið samt ekki lækkan svo mikið að suðan hætti. Fylgist með hitamælinum. Breytist hitinn. Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komust þið? Á miðri blaðsíðunni mynd og undir henni stendur: í Kerlingafjöllum má sjá vatn í mismunandi ham. Blaðsíða 24. Bræðslumark, suðumark. Hvert efni skiptir ham við ákveðin hita. Þannig á hvert efni sér ákveðið bræðslumark þegar það breytist úr föstu efni í vökva og ákveðið suðumark þegar það breytist úr vökva í lofttegund.
Hægt að þekkja efni í sundur á því að þau eiga sér mismunandi bræðslumark og suðumark. Ál bráðnar við liðlega 600 gráður á Celsius, vax bráðnar við 50 gráður á Celsius og kvikasilfur breytist úr föstu efni í vökva við -38,9 gráður á Celsius. Með því að breyta hita má framkalla hringrás hamskipta. Skoðum nánar hamskipti vatns. Vatn frýs og verður að ís við 0 gráður á Celsius. Því þetta nefnt storknunarmark eða bræðslumark vatns. Þegar vatn frýs hættir hitinn að minnka og helst stöðugur í 0 gráðum á Celsius á meðan hamskiptin eiga sér stað. Meðan eitthvað er eftir af fljótandi vatni helst hitinn í 0 gráðum á Celsius. Á miðri blaðsíðunni eru 3 skýringamyndir og undir þeim stendur: fast efni, ís bráðnar við 0 gráður á Celsius. Þessi hiti er bræðslumark ís. Vökvi. Þegar vatn hitnar hefst uppgufun og þannig myndast vatnsgufa. Lofttegund. Þegar vatn síður hættir hiti vatnsins að aukast og helst stöðugur í 100 gráðum á Celsius. Við hamskiptin verður vatnið að vatnsgufu. Uppgufun þétting. Hvert fer vatnið þegar pollur þornar upp? Vatnið skiptir smátt og smátt ham og breytist í vatnsgufu. Þetta er nefnt uppgufun. Vökvi þarf varma til að gufa upp. Þegar þú blotnar fer varma orka frá húðinni í að breyta vatninu í gufu. Þess vegna setur oft að þér hroll og þér verður kalt þegar þú blotnar. Ef þér er of heitt beitir líkaminn þessu bragði viljandi. Líkaminn kólnar þegar svitinn gufar upp af húðinni. Kuldahrollurinn hverfur ef þú þurrkar þér vandlega. Ef þér verður kalt þegar þú kemur upp úr sundlaug er gott ráð að þurrka sér vandlega. Af sömu ástæðu þornar þvottur og snúrur hraðast í hlýjum vindi og þegar vel er breytt úr honum. Þegar þú andar á kalda rúðu eða spegil, þéttist rakinn í útönduninni og myndar móðu. Þetta er nefnt þétting. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur þvottur á snúru. Blaðsíða 25. Einstaklingsverkefni. Settu aðra höndina í lítinn glæran plastpoka. Lokaðu pokanum með límbandi við úlnlið og láttu höndina vera í pokanum í 10 til 20 mínútur. Sest raki innan á pokan. Getur þú útskýrt hvað gerist? Einstaklingsverkefni, spritt og vatn. Hafðu tilbúið vatn í glasi og brúsa með spritti. Rektu annan endan á snirtipinna ofan í vaskglasið og bleittu blett á handarbækinu með pinnanum. Rektu hinn endan á snirtipinnanum ofan í sprittglasið og bleittu annan blett nálagt hinum á handarbækinu með pinnanum. Blástu á báða blettina samtímis. Finnur þú einhvern mun? Hópverkefni. Suðumark ferskvatns og saltvatns. Tilgangur: að athuga hvort suðumark ferskvatns og saltvatns sé það sama. Efni og áhöld: vog, bikarglas, 100 millilítrar vatn, suðugrind, hitagjafi, hitamælir, 20 grömm salt og hræra. Lýsing: hellið 100 millilítrum af vatni í bikarglas og hiti það að suðu. Fylgist með hitanum með hitamæli. Við hvaða hita síður vatnið? Takið nú bikarglasið af hitanum og látið 20 grömm af salti út í vatnið. Hrærið vel. Hitið saltvatnið að suðu. Við hvaða hita síður saltvatnið? Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komistið? Veistu svarið? 1. Hvort er bensín lofttegund eða vökvi? 2. Hvert er bræðslu og suðumark vatns?
3. Hvort kvikasilfur í storku eða vökvaham við -5 gráður á Celsius. 4. Hvort síður hreint vatn eða saltvatn við meiri hita. 5. Lýstu hamskiptum sem verða þegar ís settur í pott og hitaður að suðumarki og hitun haldið áfram þar til allt gufað upp úr pottinum. 6. Semdu eldunarleiðbeiningar fyrir suðu á hrísgrjónum. Notfærðu þér þekkingu þína á hita við hamskipti til þess að spara orku við suðuna. 7. Af hverju myndar líkaminn svita? Blaðsíða 26. Hitaþensla. Í samkvæmisdansi eins og djæf þurfa danspörin mikið rými ef þau eiga ekki að rekast á önnur pör. Þegar dansaður vangadans þarf lítið rými og danshópurinn tekur mun minna pláss á dansgólfinu. Efni þenst yfirleitt út þegar það hitnar, en dregst saman þegar það kólnar. Þetta stafar af því að þegar efnið hitnar verður hreyfing sameindanna meiri og hraðari. Sameindirnar þurfa því meira rými en það veldur því að hlutirnir þenjast út. Nákvæmlega eins og djæf krefst meira rýmis en vangadans. Þensla efnis af völdum hita nefnist hitaþensla. Þegar kvikasilfur í hitamæli hitnar, þenst það út og þá hækkar súlan í hitamælinum. Við hönnun ýmissa mannvirkja þarf að taka tillit til hitaþenslu. Háspennulínur lengjast og slakna þegar hitnar í veðri, en styttast og strekkjast þegar veður kólnar. Þegar vegir eru steyptir eru hafðar rifur með vissu bili því steypan þenst út og dregst saman þegar hún hitnar og kólnar. Brýr eru smíðaðar þannig að þær geti þanist út og dregist saman vegna hitabreytinga. Hvað hefur áhrif á hitaþenslu? Það ýmislegt. Hitaþensla ræðst af hitabreytingum, úr hvaða efni hluturinn og hve stór hann Stuttir hlutir þenjast minna heldur en langir. Föst efni þenjast út misjafnlega mikið. Vökvar þenjast meira en föst efni. Lofttegundir þenjast mun meira en vökvar. Svo það staðreynd að því meira sem hiti eykst, þeim mun meiri verður þenslan. Einstaklingsverkefni, þensla lofttegunda. Settu tóma glerflösku inn í ískáp. Þegar hún orðin köld skaltu setja blöðru á stútinn. Láttu nú flöskuna í skál með heitu vatni. Hvað gerist? Hvað segir þetta hitaþenslu loftsins í flöskunni? Einstaklingsverkefni, þensla vatns við kólnun. Fylltu 2 eins plastflöskur af vatni og lokaðu þeim með þéttum tappa. Settu aðra í frysti og hina í ískáp. Skoðaðu flöskurnar sólarhring síðar. Hvað hefur gerst? Af hverju gerðist þetta? Einstaklingsverkefni, hitaþensla vatns. Fylltu flösku af köldu vatni. Settu sogrör í flöskuna, vel niður í hana miðja. Þéttu stútinn með leir svo að vatni leki ekki meðfram röri og stút. Klipptu rörið í sundur það bil sentimetra fyrir ofan leirinn. Settu flöskuna í skál með heitu vatni. Útskýrðu það sem gerist. Blaðsíða 27. Fróðleiksmóli, leiðslan frá Nesjavöllum. Leiðslan sem flytur heitt vatn frá Nesjavöllum til höfuðborgarsvæðisins 24 kílómetra löng. Leiðslan úr stáli. Þegar heitu vatni var hleypt á leiðsluna í fyrsta skipti, nam þenslan 24 metrum eða 1 metra á hvern kílómetra. Að sjálfsögðu var gert ráð fyrir þessari þenslu við hönnun leiðslunar. Hún hvílir á sérstökum undirstöðum og legu búnaði. Einnig með vissu millibili þenslustykki sem verka svipað og gormar. Fróðleiksmóli, hitamælir búinn til. Í flestum hitamælum glerpípa með vökva.
Þegar hitamælirinn hitnar stígur vökvinn í pípunni. Það er vegna þess að vökvinn þenst meira en glerið. Þegar hitamælirinn kólnar sígur vökvinn í pípunni. Til að mæla hita þarf að setja kvarða á glerpípuna. Celsiuskvarðinn miðast við að 100 gráður sé á milli bræðslumarks íss og suðumarks vatns. 0 gráðu strikið, 0 gráður á Celsius, er sett á glerpípuna þegar mælirinn er hafður í ísvatni. En 100 gráðu strikið, 100 gráður á Celsius, þegar hann stendur í sjóðandi vatni. Hópverkefni, raunir gítarleikarans. Eftir að hafa æft sig vel og lengi heima, stilti gítarleikarin gítarinn og lét hann ofan í poka. Á leiðinni á tónleikana gætti hann þess vandlega að detta ekki í hálkunni svo gítarinn yrði ekki fyrir hnjaski. Út af vetrarófærðinni var gítarleikarin svolítið seinn og þurfti því að fara beint upp á svið. Þegar hann sló á gítarinn brá honum í brún. Hver er líkleg ástæða þess að gítarleikarin var gripinn skelfingu? Hvað þarf hann að gera til þess að laga ástandið? Hvað er líklegt að muni gerast þegar líður á tónleikana og sviðsljósin auka hitan á sviðinu ennþá meira? Blaðsíða 28. Fróðleiksmóli. Gagn af hitaþenslu. Ef borðtenniskúla bögglast saman er gott að halda henni niðri í heitu vatni. Loftið í henni þenst út og kúlan fær fyrri lögun að mestu svo framarlega sem gat hefur ekki komist á hana. Á blaðsíðunni eru 2 myndir. Undir annari stendur hvað sýnir sprithitamælirinn háan hita. Og undir hinni varúðarmerking á úðabrúsa. Úðabrúsar geta sprungið ef þeir hitna of mikið. Háskaleg hitaþensla. Það getur verið hættulegt að hella sjóðandi vatni í glerglas með þykkum botni. Glerið leiðir varman illa svo innra borðið þenst út á meðan þykkur botnin helst kaldur og þenst ekki út. Þess vegna getur glasið sprungið. Gætu þess að hita aldrei úðabrúsa né kasta þeim á eld. Í úðabrúsum eru lofttegundir sem þenjast mikið út við hitun. Ef brúsarnir hitna á mikið geta þið sprungið og valdið mikilli slysahættu. Flestir vökvar dragast saman þegar þeir kólna. Vatn þenst hins vegar út þegar það frýs. Þess vegna geta fullar gosflöskur úr gleri sprungið þegar þær frjósa. Veistu svarið? 1. Hvort þenjast lofttegundir eða föst efni meira út við hitun? Hvers vegna? 2. Hvort þenjast stuttir eða langir hlutir úr sama efni meira út? Hvers vegna? 3. Hvað þarf að varast við notkun úðabrúsa? 4. Af hverju eru brýr smíðaðar þannig að þær geti þanist út og dregist saman? 5. Notaðu dæmi úr þínu daglega lífi til þess að sýna fram á gagn eða hættu af hitaþenslu. Blaðsíða 29. Listni. Hefur þú velt fyrir þér hvernig farið er að því að búa til gosdrykk? Við gosdrykkjaframleiðslu er ýmsum efnum blandað saman og þau leyst upp í vatni. Síðan er lofttegundinni koltvíoxíði, CO2, blandað út í lausnina. Þegar sykur er látin út í vatn, leysist hann upp og til verður upplausn eða lausn. Sykur leysist vel upp í heitu vatninu. Leysni efna í vökva fer eftir þrennu. Leysni fer eftir því hver vökvinn er. Hann kallast leysir. Leysni fer eftir hita leysis. Leysni fer eftir því hvert efnið er sem er leyst upp. Vökvar eru misgóðir leysar. Sum efni leysast vel upp í vatni en önnur illa. Sum efni leysast vel upp í spritti en önnur illa. Sum efni leysast bæði vel upp í vatni og spritti en önnur leysast illa upp bæði í vatni og spritti. Hópverkefni.
Leysni vökva. Notið 2 glærupenna, glæru, vatn og spritt. Teiknið depil á skrifglæru með hvorum penna og merkið þá A og B. Bleytið síðan eina bréfþurrku með vatni og aðra með spritti. Hvort dugar vatn eða spritt betur til þess að þurrka út blettina? Hvernig skýrið þið þetta? Einstaklingsverkefni. Leysni. Efni leysast misjafnlega vel upp í vatni. Heltu vatni í 2 glös. Láttu eina teskið af sykri í annað glasið en eina teskið af sandi í hitt glasið. Hrærðu vel í báðum glösunum. Hvað gerist? Sest efni á botnin á báðum glösunum. Mettaðar lausnir. Ég er orðin mett, sagði Áslaug þegar hún hafði borðað hálfa pitsu. Ég varð mett eftir aðeins 2 sneiðar, sagði Steinunn. Ég get örugglega borðað hálfa pitsu til viðbótar, sagði Edda leið og hún sporðrendi 4. sneiðinni. Enda var ég svo svöng. Lausnir eru sagðar mettaðar þegar ekki er hægt að leysa upp meira af efni í þeim við ákveðin hita. Ef látið er meira af efni út í lausnina, leysist það ekki upp heldur fellur til botns. Það kallast botnfall. Leysni segir okkur hve mikið er hægt að leysa upp af efni í tilteknu magni af leysi. Oftast hefur hiti leysis áhrif á leysnans. Heitur vökvi getur yfirleitt leyst upp meira af efni heldur en kaldur vökvi. Þegar leysir kólnar minnkar leysni hans. Ef þú setur mettaða 60 gráða heita sykurvatnslausn inn í ískáp og lætur hana kólna í 10 gráður á Celsius, fellur sykur úr lausninni. Leysni vatnsins hefur minnkað og sykur sest á botnin. Blaðsíða 30. Leysni og lofttegundir. Lofttegundir geta leyst upp í vökvum. Fiskar fá súrefni með því að láta vatn streyma tálknin og vinna úr því súrefni sem er leyst í vatninu. Leysni lofttegunda í vatni minnkar við hækkandi hitastig. Það sést til dæmis ef vatnsglas með köldu vatni er látið standa á borði við stofuhita. Þegar vatnið hitnar myndast loftbólur innan á glasinu vegna þess að uppleystar lofttegundir losna úr vatninu þegar það hitnar. Skúra, skrúbba og bóna. Getur þú ímyndaðir hvernig heimilið þitt liti út ef það væri ekki þrifið í heilt ár? Aldrei þurrkað á borðum, aldrei vaskað upp, salerni aldrei þrifin, aldrei sópað, ryksugað eða skúrað og bannað að fara út með rusl. Aldrei skipt sængur, föt eða handklæði. Já, og ef þú mættir ekki þrífa þig í heilt ár. Þá væri nú heldur betur líf og fjör í tuskunum og frekar ógeðslegt að litast. Á öllum heimilum er urmull af örverum, eins og myglusveppum og smágerðum lífverum, eins og rykmaurum. Til þess að stuðla að auknu heilbrigði og vellíðan skiptir máli að hreinsa vel í kringum sig og til þess notum við ýmis efni og áhöld. Það er mikilvægt að kunna skil á leysni við heimilishald. Ákveðnar tegundir af málningu, til dæmis þekjulitir, leysast upp í vatni. Önnur málning leysist aðeins upp í vatni á meðan málningin er blaut, til dæmis plastmálning. Olíumálning leysist ekki upp í vatni og því þarf að nota annan leysi, til dæmis terpentínu. Til þess að ná naglalakki af nöglum þarf leysi sem heitir asetón. Til þess að ná burtu fitu dugar stundum að nota heitt vatn og sápu, en stundum þarf sterkari efni. Á heimilum eru notuð margvísleg efni til hreingerninga. Flest þessara efna hafa það hlutverk að auðvelda og hraða upplausn efna sem við skolum síðan burtu með vatni. Við notum uppþvottalög til þess að losa upp fitu og önnur óhreinindi af mataráhöldum. Hreinsiefni eru mjög misjafnlega umhverfisvæn. Það skiptir miklu máli að velja hreinsiefni sparlega og velja umhverfisvæn og náttúruleg hreinsiefni ef þess er nokkur kostur. Hópverkefni. Tilraun,
leysni sykurs. Tilgangur: að kanna leysni sykurs í 100 millilítrum af vatni. Efni og áhöld: vog, 500 millilítra bikarglas, mæliglas, sykur og vatn. Lýsing: hellið 100 millilítrum af stofuheitu vatni í glas. Látið 20 grömm af sykri út í glasið. Hrærið vel í vatninu þar til sykurinn leysist allur upp. Það hverfur sjónum ykkar. Bætið sykri smátt og smátt út í lausnina, til dæmis 10 grömmum í einu, og hrærið vel þar til þið getið ekki bætt meiri sykri út í vatnið án þess að botnfall myndist. Núna telst lausnin mettuð við þennan hita. Niðurstaða: hver niðurstaða ykkar? Hópverkefni, tilraun, kæling sykurlausnar. Tilgangur: að kanna hvað gerist þegar sykurlausn kæld niður. Efni og áhöld: bikarglas með sykurlausn úr tilrauninni leysni sykurs, hitamælir og kæliskápur. Lýsing: setjið sykurlausnina úr tilrauninni leysni sykurs inn í kæliskáp og látið hana kólna í 30 mínútur. Niðurstaða: hver niðurstaða ykkar? Blaðsíða 31. Náttúruleg hreinsiefni. Á flestum heimilum eru til náttúruleg hreinsiefni sem duga til að hreinsa flesta erfiðu blettina. Borðedik, sítróna, salt og matarsóti eru dæmi slík efni. Þau virka á mismunandi hátt, en það má hæglega blanda þeim saman. Skerðu sítrónu í tvennt og dýfðu henni í matarsóta og þá geturðu skrúpað vaska og sturtubotn. Blandaðu saman 1 desilítra af vatni og 1 desilítra af borðediki og þá ertu komin með góðan alhliða hreinsilög. Gott ráð til þess að hreinsa örbylgjuofn að skera sítrónu í nokkra búta, kreista þá í skál og setja desilítra af vatni saman við. Skálin síðan sett inn í örbylgjuofn og hann látin í gang í nokkrar mínútur. Sítrónu blandað vatnið gufar upp í skálinni og leysir upp óhreinindin í ofninum. Að lokum skálin fjarlægð og þurrkað úr ofninum með rakri tusku. Matarsóti góður ofhreinsir. Blandið vatni saman við matarsóta og búið til þykkt krem. Skrúbbið ofnin með kreminu, látið það þorna. Skolið síðan matarsótan af með nægu vatni. Gott að þrífa skurðarbretti með grófu salti og sítrónusafa. Dreifið saltinu yfir brettið og nuddið brettið með sítrónu sem skorin til helminga. Á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur: með þessum náttúrulegu hreinsiefnum má gera flesta hluti hreina. Einstaklingsverkefni, hreint og fínt. Prófaðu að þrífa heima hjá þér með náttúrulegum hreinsiefnum sem þú útbýrð sjálf eða sjálfur. Gerðu þetta í samráði við foreldra þína, því það þola ekki allir fletir öll efni. Edik má til dæmis ekki nota á marmara, sumar flísar og náttúrusteina. Það borgar sig að byrja á litlum flötum á lítið áberandi stöðum. Veistu svarið? 1. Hvernig getur þú séð að laust sé orðin mett? 2. Eftir hverju fer leysni efna? 3. Hægt að leysa öll föst efni upp í vatni? Nefndu dæmi máli þínu til stuðnings. 4. Notaðu dæmi úr þínu daglega lífi til þess að lýsa gagnsemi leysni. 5. Nefndu dæmi 3 hreinsiefni sem eru notuð á þínu heimili og lýstu í hvaða tilgangi þau eru notuð. 6. Á hvaða hátt gætir þú notað náttúruleg hreinsiefni til að þrífa herbergið þitt? Blaðsíða 32. Varmi. Þegar þér verður kalt á höndunum þjóðráð að núa þeim saman. Við núningin hlýnar þér á höndunum því þá eykst varminn í húðinni.
Þér verður heitt þegar þú liggur í sólbaði á sólríkum sumardegi, því hiti sólarljósins vermir þig. Ef þú dýfir hendinni ofan í ískalt vatn, þá kólnar hún. Ef þú leggur höndinu ofan á heita eldavélarhellu, brennirðu þig. Þá er varminn of mikill. Varmi snertir daglegt líf okkar á margan hátt. Í nútíma þjóðfélagi höfum við meiri stjórn á varma í umhverfi okkar en áður var hægt. Við getum aukið varma með ýmsum hitagjöfum, eins og ofnum eða gólfhitakerfum í húsum. Við getum hægt á flutningi varmans með einangrunarefnum eins og steinull sem gjarnan er notuð til þess að einangra hús. Í kæli og fristiskápum minnkar varmi þess sem stungið er inn í skápana. Í bakaraofnum eykst varmi þeirra hluta sem þar eru hitaðir. Frumeindir og sameindir efna eru á sífelldri hreyfingu og rekast stöðugt hverjar á aðra. Við hitun hreyfast þær enn hraðar og rekast fastar saman. Orkan sem tengist hreyfingu sameindanna kallast varmi. Kaldur hlutur hefur minni varma en heitur hlutur. Stærð og magn efnis tengist einnig varmahugtakinu. Baðker fullt af 40 gráða heitu vatni hefur meiri varma en bolli af 100 gráða heitu vatni. Það er svo miklu meira vatn í baðkerinu. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: spritt og gashitari eru notaðir til að hita efni. Gæta verður ítrustu varúðar þegar verið er að vinna með hitara. Gashitari gefur frá sér mun meiri varma og er því fljótari að hita efni en spritthitari. Blaðsíða 33. Hitamælar. Hiti er mælikvarði á hreyfingu sameinda í efni. Því meiri sem hreyfingin er, því meiri er hitinn. Hitamælar eru notaðir til þess að mæla hve heitir eða kaldir hlutir eru. Á Íslandi og víðar er algengast að tilgreina hita í gráðum á Celsíus. Celsíuskvarðinn er miðaður við bræðslumark ís, 0 gráður á Celsíus, og suðumark vatns, 100 gráður á Celsíus. Því hærra sem hitastigið er, því heitari er hluturinn. Þegar hlutur er kaldari en 0 gráður á Celsíus er það sýnt með mínusmerki fyrir framan hitastigið. Mínusmerkið sýnir að hitinn er minni en 0 gráður á Celsíus. Á blaðsíðunni eru 2 myndir. Við aðra þeirra stendur: til eru nokkrar tegundir af hitamælum. Spritt hitamælar eru algengir í skólum. Einnig eru til kvikasilfursmælar og stafrænir mælar. Við hina stendur: bikarglas er glerbikar sem þolir að vera settur yfir hita. Það er með stút á brúninni til að auðveldara sé að hella úr því. Þú átt eftir að nota bikarglas í tilraunum þar sem hita þarf efni áður en þeim er blandað saman. Tilraunastandur er meðal annars notaður til að staðsetja ílát yfir hitara. Fróðleiksmólar. Hiti á nokkrum stöðum. Yfirborð sólar er 5500 gráður á Celsíus. Bræðslumark gulls 1063 gráður á Celsíus. Bræðsluker í álveri 960 gráður á Celsíus. Bræðslumark salts 801 gráða á Celsíus. Gaslogi 600 gráður á Celsíus. Yfirborð Venusar, heitustu plánetunnar, 470 gráður á Celsíus. Hæsti hiti í borhólu á Nesjavöllum, 380 gráður á Celsíus. Mesti lofthiti mældur á jörðinni, 58 gráður á Celsíus. Það var í Líbíu 13. september 1922. Bræðslumark Vax 57 gráður á Celsíus. Hiti í heitasta potti Sundlaugar Akureyrar 42 gráður á Celsíus. Meðalhiti mannslíkamans 37 gráður á Celsíus. Þægilegur herbergishiti 20 gráður á Celsíus. Hiti á botni Þingvallavatns
4 gráður á Celsíus, frostmark vatns 0 gráður á Celsíus, algengt hitastig í fristiskápum -18 gráður á Celsíus. Minnsti lofthiti mældur á jörðinni -89,2 gráður á Celsíus. Það var á Suðurskautslandinu 23. júlí 1983. Hópverkefni. Einn úr hópnum fyllir 4 númeruð glös hvert á eftir öðru með misheitu vatni. Ekki heitara en 45 gráður. Hann mælir síðan hitan með hitamæli í fyrsta glasinu og skráir hjá sér niðurstöður án þess að aðrir í hópnum sjái. Síðan eiga hinir í hópnum að mæla hitan með fingrunum og geta sér til hve heitt vatnið er í glasinu. Setjið mælingar hópsins upp í töflu. Síðan er hitastigið í glasi 2 mælt og þannig koll af kolli þar til hitin í öllum glösunum hefur verið mældur með hitamæli og fingrunum og niðurstöður færðar upp í töflu. Hversu áreiðanlegt er hitaskynið sem hita mælir? Blaðsíða 34. Eldurinn. Til þess að eldur logi þarf hita, súrefni og eldsmat, eitthvað eldfimt efni. Efni eru misjafnlega eldfim. Ekki er hægt að kveikja í vatni, pappír er eldfimur og bensín mjög eldfimt. Eldur slökknar ef súrefni kemst ekki að honum. Eldurinn slökknar líka ef hann fær ekki eldsmat til að næra sig á. Suma elda er líka hægt að kæla með því að skvetta þá vatni. Á flest öllum heimilum er kveikt á kertum. Þau gefa hlýlega og notalega birtu. Mörgum þykir róandi að horfa á glæður báls í arni. Fjallamenn elda sér mat á bensín og gasprímusum og skátarnir eru duglegir að elda sér mat í tjaldbúðum sínum á opnum eldi. Eldurinn tengist þannig þörfu mannsins að elda mat, veita birtu og ill. En loginn getur verið eyðandi afl sem fátt getur stöðvað. Þá því alltaf að fara afar varlega þegar eldur er kveiktur. Einstaklingsverkefni. Að kveikja eld. Ávallt þarf að fara varlega þegar eldfæri eru notuð og við tilraunir með eld þarf að huga vel að öryggi og viðbrögðum ef eitthvað fer illa. Kveiktu á kerti annars vegar með eldspýtu og hins vegar með kveikjara. Hvort finnst þér þægilegra? Hópverkefni. Hvað brennur? Tilgangur. Hvaða efni brenna vel og hvaða efni brenna illa. Efni og áhöld. Gasbrennari, eldspýtur, töng. 5 hlutir sem kennarinn lætur ykkur hafa. Lýsing. Kveikið á gasbrennaranum með eldspýtum, takið hvern hlut fyrir sig og bregðið honum í logan. Tilgreinið úr hvaða efni hluturinn er og hversu vel hann brennur. Niðurstaða. Setjið niðurstöðunar upp í töflu eins og sýnd er hér að neðan. Að hvaða niðurstöðu komist þið? Hvaða efni brennur best af þeim sem þið prófið? Og tafla neðst á síðunni. Á X-ásnum stendur efni, brennur mjög vel, brennur vel, brennur hvorki vel né illa, brennur illa, brennur mjög illa. Og á Y-ásnum hlutur, gifs, sykur, bómull, sag, steinull. Blaðsíða 35. Flökku eðli varmans. Hefurðu tekið eftir því að kalda vatni þarf ofta að renna nokkra stund til þess að kólna og heita vatni þarf að renna til þess að verða heitt. Vatn frá vatnsveitum á Íslandi er vel kalt þegar það kemur inn í hús. Ef vatni situr lengi kyrrt í leiðslum í hlýju húsi, getur það hitnað og náð herbergi sita. Þú þarft að láta kalda vatni renna örlitla stund áður en þú færðir að drekka, nema þeir þykir gott að fá þér volgt vatn. Það sama gildir heita vatnið. Ef það liggur lengi kyrrt, þarft að láta það renna svo að það verði vel heitt. Vatn sem liggur í vatnsleiðslu verður smátt og smátt jafn heitt umhverfinu. Varmi flyst frá heitum hlutum til kaldari, þar til báðir hlutirnir eru jafn heitir.
Þegar við komum út í kalt loft, streymir varmi frá okkur út í loftið, af því að við erum heitari en það. Ísmolar í glasi af vatni þurfa varma til þess að bráðna. Varminn fæst úr vatninu og við það kólnar það. Þessi varmaflutningur tengist hreyfingum sameindanna. Sameindir í kalda efninu byrja að hreyfast hraðar þegar þær hitna og leið hægir á sameindum í heita efninu þar til sameindirnar hreyfast jafn hratt. Þetta gerist í vatnsglasi með klökum. Þegar klakinn allur bráðnaður allt í glasinu orðið jafn kalt. Varmi getur flust með þrennum hætti. Varma leiðingu, varma burði og varma geislun. Þú finnur fyrir þessum flutningi varmans á hverjum degi. Fróðleiksmóli. Alkul. Við -273 gráður á Celsius stöðvast hreyfing sameindana. Þessi hiti kallast alkul. Í alheiminum hvergi að finna lægri hita en alkul. Það vegna þess að frumeindir og sameindir geta ekki hægt meira á sér þegar þær hafa stöðvast. Einstaklingsverkefni. Heit mataráhöld. Settu mataráhöld úr mismunandi efnum ofan í heitt vatn þannig að skaftið standi upp úr vatninu. Láttu áhöldin liggja í vatninu í 5 mínútur. Þreifaðu síðan á sköftunum. Hvert áhaldanna heitast? Hvaða ályktanir dregur þú af þessari athugun varmaleiðni efna? Varmaleiðing. Ef þú hrærir í heitu vatni með teskeið úr málmi þá hitnar teskeiðin. Hún hitnar vegna þess að varmi úr heita vatninu berst í skeiðina. Varmi flyst í föstum efnum með leiðingu. Ef föst efni snertast, berst varmin einnig á milli þeirra með leiðingu. Þannig hitnar kjötstykki á heitri pönnu. Sameindir í heita efninu sem hreyfast hratt, rekast á aðrar sem eru á hægari hreyfingu. Varmin flyst á milli sameindanna við þessa árekstra. Varmi berst misjafnlega hratt föst efni. Hann berst til dæmis hratt málma. Málmar eru sagðir góðir varmaleiðarar. Þess vegna eru pottar og pönnur gjarnan úr málmi. Þær leiða varman frá eldavélinni auðveldlega að matnum sem á að elda. Þegar við snertum heitan hlut, streymir varmi frá honum til okkar. Ef við snertum kaldan hlut, streymir varmi frá okkur til hlutarins. Ef hluturinn leiðir varma vel, til dæmis ef hann úr málmi, streymir varmi hratt frá okkur inn í hlutin og okkur finnst hann kaldari en einangrunar efni. Ef við snertum kaldan hlut úr plasti, streymir varmi ekki svo hratt frá okkur til hlutarins. Á síðunni mynd og undir henni stendur: Það getur verið hættulegt að snerta skeið úr málmi sem skilin eftir í sjóðandi vatni. Blaðsíða 36. Varmaburður. Flestar lofttegundir og vökvar leiða varma illa, því sameindir í vökvum og lofttegundum eru ekki eins þétt saman og í föstum efnum. Bæði loft og vökvar eru hins vegar á mikilli hreyfingu. Þannig getur varmi frá miðstöðarofni hitað upp heilt herbergi af því að loftið sem næst ofninum hitnar. Þetta heita loft leitar upp á við því heitt loft léttara en kalt. Í stað heita loftsins streymir kalt loft að ofninum. Ofnin hitar það líka svo það stígur upp. Heita loftið hreyfist óhindrað herbergið og hitar það upp smátt og smátt. Þannig kemst allt loftið í herberginu á hreyfingu og varminn berst það allt. Loftið í herberginu hitnaði með varmaburði. Einstaklingsverkefni. Áldós plastflaska. Settu kalt vatn í áldós og plastflösku og settu ílátin inn í ískáp og láttuðu vera þar yfir nótt. Gríftu utanum ílátin daginn eftir hvort í sinni hendinni. Í hvoru ílátinu heldur þú að sé kaldara vatn. Sannreyndu tilgátu þína með því að mæla hitastig vatnsins með hitamæli. Hópverkefni. Heitur hafragrautur.
Þegar heitum hafragraut ausið á disk, má nota ýmsar aðferðir til þess að kæla grautin. Hella mjólk út á hafragrautin. Kæla hafragrautin með því að hræra í honum eða blása á hann. Það skiptir máli hvort diskurinn heitur eða kaldur. Hafragrautur í djúpri skál lengur að kólna en grautur í grunnum diski. Útskýrið hvert atriði fyrir sig með því að hafa í huga leiðingu og burð. Hópverkefni. Kojuraunir. Fjallagarpur lagði af stað í fjallaferð ásamt félögum sínum. Eftir langa og dásamlega erfiða göngu kom hópurinn að skála. Í skálanum voru kojur. Eftir að hafa eldað sér kvöldmat lagðist fjallagarpurinn til svefns í neðri koju. Eitthvað var svefnpokinn hans lélegur, svo að honum var kalt í pokanum. Þá sagði einn ferðafélagi hans við hann: Af hverju sefurðu ekki í efri koju? Fjallagarpurinn ákvað að færa sig í efri koju. Og viti menn, það var hlýrra þar. Hvernig haldið þið að hafi staðið á því? Blaðsíða 37. Efst á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur: Flugmenn á þyrlum landhelgisgæslunnar nota nætur sjónauka við flug og leit í myrkri. Fróðleiksmóli. Innrauðir geislar í björgunarstörfum. Varmageislar eða hitageislar eru oft nefndir innrauðir geislar. Heitir hlutir senda frá sér sterkari innrauða geisla en kaldir hlutir. Hægt að taka mynd af varmageislun. Á innrauðum myndum eru heitir hlutir og kaldir mismunandi á litin. Varmageislun meiri frá heitum hlutum en köldum. Til eru myndavélar sem sýna þessa mismunandi varmageislun. Hitamyndavélar geta verið mikilvægt öryggistæki ef maður fellur í sjó í svarta myrkri. Maðurinn heitari en umhverfið og sést því vel á þessum myndavélum. En eins og þú veist, kólna menn hratt sem falla í kaldan sjó. Þess vegna lögð rík áhersla á notkun flotbúninga borð í fiskiskipum. Sá sem í flotbúningi sést hins vegar illa í hitamyndavél nema sá hluti líkama hans sem ekki varinn. Það andlitið. Hópverkefni. Baðraunir. Eftir fjallaferðina ákvað fjallagarpurinn að fá sér heitt og notalegt bað. Hann byrjaði á því að láta renna heitt vatn í baðkerið. Eftir góða stund skrúfaði hann fyrir heita vatnið og lét kalt vatn renna í baðkerið. Þegar baðkerið var fullt, prófaði hann hitann með stórutánni. Já, vatnið var heldur betur heitt og notalegt efst við yfirborðið. Hann klæddi sig úr og lagðist í baðkerið. Þá varð hann hissa. Vatnið við botn baðkersins var kaldara en við yfirborðið. Hvernig stóð á þessu? Hvað gat fjallagarpurinn gert til þess að jafna hita vatnsins? Hvað myndu þið ráðleggja honum að gera næst þegar hann fer í bað? Einstaklingsverkefni. Ísmoli og matarlitur. Blandaðu matarlit eða bleki í vatn. Búðu til klaka á litað vatninu með því að hella því í klakabakka eða klakapoka og fristu það síðan. Heldu volgu vatni í glært vasklas. Settu síðan litaðan ísmola út í glasið. Hvað gerist? Skýrðu það sem þú sérð út frá því hvernig varmi berst vökva við blöndun. Hópverkefni. Heitt og kalt. Tilgangur. Að kanna hitabreytingar í heitu og köldu vatni. Efni og áhöld. 2 bikarglös, 100 millilítrar af heitu vatni og 100 millilítrar af köldu vatni. Hitamælir, tilraunastandur og hitari. Lýsing. Hitið 100 millilítra af vatni upp að suðu og slökkvið svo á hitaranum. Látið 100 millilítra af köldu vatni renna í hitt bikarglasið. Mælið hitan í báðum glösunum á 5 mínútna fresti og færið niðurstöður ykkar upp í töflu. Verður hitinn einhver tíma jafn mikill í báðum glösunum? Niðurstaða. Hver niðurstaða ykkar?
Blaðsíða 38. Varmageislun. Þegar þú liggur í sólbaði finnur þú varma frá sólinni. Þessi varma orka hefur borist 150 miljón kílómetra leið geiminn, áður en hún kemur til jarðar. Þessi varmi berst hvorki við leiðninni burð, því í geimnum ekkert loft. Varminn nær til jarðar með varmageislun. Í flestum steikaropnum grillrist efst í ofninum. Þegar kveikt á ristinni glóðast það sem í ofninum með varmageislum sem berast frá ristinni. Varminn berst því hvorki með leiðingu, því að loft lélegur varmaleiðari, né með burði, því heitt loft leitar upp en ekki niður. Endurvarp. Því meira af varmageislun sem hlutur gleypir, því heitari verður hann. Yfirborð sumra hluta gleypir betur geislun en yfirborð annara. Mattir og dökkir hlutir gleypa geislun frekar en gljáandi og bjartir hlutir. Brún lopapeysa hittnar því meira í sólinni en peysa úr silfurlituðu glansefni. Svartir hlutir gleypa í sig miklu meira af varmageislun en hvítir hlutir. Þess vegna bráðnar snjór fyrr í sólskinni ef stráð yfir hann þunnu lagi af svörtum sandi. Á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur: dökkt yfirborð lands gleypir mun meiri varmageislun en hvítur jökulís. Hópverkefni. Máltíðin. Lýsið undirbúningi einfaldrar máltíðar. Lýsið því hvernig matvælin ýmist hituð eða kæld við burð, leiðingu og geislun. Hópverkefni. Blessuð sólin elskar allt. Tilgangur: að bera saman hita af völdum varmageislunar eftir endurvarpi hluta. Efni og áhöld: 3 hvítir eða glærir plastbrúsar, svartur plastpoki, álpappír og hitamælir. Lýsing: fyllið 3 plastbrúsa af jafnköldu vatni. Klæðið plastbrúsa A í svartan plastpoka, klæðið plastbrúsa B í álpappír og látið plastbrúsa C vera eins og hann Raðið brúsunum hlið við hlið þar sem sólin getur skinið á þá. Mælið hitann í brúsunum á 20 mínútna fresti í 1 til 3 klukkutíma og setið mælingar ykkar upp í töflu. Hitinn alltaf jafn í öllum brúsunum? Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komistið? Blaðsíða 39. Einangrun. Hefur þú fengið gæsahúð af kulda? Ef þú skoðar hárin á húðinni, sérðu að þau standa beint út í loftið. Þannig reynir líkaminn að loka loft næst sér til þess að halda réttum líkamshita. Við klæðumst fötum til þess að koma í veg fyrir að líkaminn missi varma. Milli hörunds og fata innilokað loft. Loft einangrar vel og því kemst varmi frá líkamannum treglega í gegnum þetta loftlag. Dúnfóðraðar úlpur mjög hlýjar því dúnnin geymir mikið loft. Ull íslensku sauðkindarinnar einangrar mjög vel. Ullin missir ekki einangrun þó hún blotni og því æskileg til einangrunar í útivistarfatnaði. Bómull missir alla einangrun ef hún blotnar. Þess vegna bómull óæskileg í fatnaði sem ætlaður til útivistar. Ekki mælt með að farið sé í gallabuxum í útilegur eða fjallgöngur. Spendýr sem lifa á köldum svæðum hafa þykkan feld til þess að halda á sér hita, eins og ísbirnir og hreindýr. Þykkur feldur geymir meira loft í sér en þunnur og þannig loft notað til einangrunar. Á veturna ýfa fuglar fiðrið svo það geymi meira loft. Sumir fuglar klæðast hlýjum vetrarbúningi, til dæmis rjúpan. Snjór einangrar vel því hann lokar inni mikið af lofti. Þess vegna getur orðið þokkalega hlýtt inni í velbyggðu snjóhúsi, þó svo að úti sé mikið frost. Þetta vita þeir sem hafa gist í snjóhúsi. Klæðning og einangrun húsa hefur á margan hátt líkt hlutverk og fötin okkar. Ysta lagið á húsinu verðað fyrir vindi og úrkomu,
alveg eins og góð regnflík. Einangrunin hefur sama hlutverk og hlýju fötin okkar, heldur hitanum inni. Það skiptir miklu máli að einangra þök og veggi í húsum vel, svo að varminn fari ekki til spillis. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli í löndum þar sem veðrátta er köld eins og á Íslandi. Gler er haft tvöfalt í gluggum. Loftið á milli glerjanna einangrar vel. Í sumum gluggum er meira að segja þrefalt gler. Í einangrun veggja og þaks er reynt að velja efni sem geymir mikið loft, til dæmis steinull. Einstaklingsverkefni, einangrun. Hvernig gler er í húsinu þínu? Er það einfalt, tvöfalt eða þrefalt? Hvernig eru veggir og þak einangrað? Er notuð steinull, glerull eða plast? Getur þú fengið upplýsingar hvað þessi einangrun er þykk? Hópverkefni, vetrarbúningur í ríki náttúrunnar. Á hvaða hátt býr íslenski hesturinn sig undir vetrarkulda? Hvaða dýr þekkið þið sem skipta búning eftir ástíðum? Blaðsíða 40. Fróðleiksmoli, einangrun í hitabrúsa. Hitabrúsin er hannaður með það í huga að halda óbreyttum hita á innihaldinu. Í hitabrúsa má halda kakói heitu og ísblöndu kaldri. Einangrandi lag er í kringum geymsluhólfið til að draga úr varma leiðingu. Tappinn dregur úr varma burði. Sumir tappar eru þannig hannaðir að ekki þarf að skrúa þá úr þegar hellt er úr brúsanum. Hópverkefni, að bræða ísmola. Fyllið glas með heitu kranavatni. Fyllið annað glas með kranavatni við stofuhita. Látið þriðja glasið vera tómt. Látið nú ísmola í öll 3 glösin. Hversu lengi eru ísmolarnir að bráðna? Setið niðurstöðu upp í töflu. Hópverkefni, að varðveita ísmola. Hvernig er best að varðveita ísmola við stofuhita? Takið 5 ísmola og setið hvern í sitt bikarglas sem þið klæðið síðan í eitthvert efni. Hvað kemur að bestum notum? Svartur plastpoki, álpappír, dagblað, tómur plastpoki, uppblásinn plastpoki, ullarefni, bómullarefni eða eitthvað annað. Veljið efni og skráið niðurstöður ykkar í töflu. Veistu svarið? 1. Hvort eru vatnssameindir á meiri hreyfingu í ísmola eða vatni? 2. Hvort hefur meiri varmaorku, 25 lítra bali af 40 gráða heitu vatni eða 2 desilítra bolli af 40 gráða heitu vatni? 3. Hvað er mikill munur á mesta og minnsta hita sem mælst hefur á jörðinni? 4. Mörg heimili eru hituð upp með heitu vatni sem leitt er í ofna. Hvernig er húshitun háttað á þínu heimili? 5. Þú liggur í sólbaði. Hvort vermir sólin þig með varmaburði, varmaleiðingu eða varmageislun? 6. Sósan er að sjóða upp úr, hrópaði Birkir. Kári tók í fljótheitum matskeið og hrærði í sósunni. Hann skildi skeiðina eftir í pottinum og sneri sér að öðrum verkefnum. Skömmu síðar þurfti Kári að hræra aftur í sósunni og greip skeiðina. Skaftið á skeiðinni var brennheitt. Hvernig hafði skaftið hitnað? Úr hvernig efni heldur þú að skaftið hafi verið? 7. Nefndu dæmi föst efni sem eru slæmir varmaleiðarar. 8. Skýrðu út af hverju svört lopapeysa hitnar meira í sólskinni en renningur af álpappír. 9. Útskýrðu af hverju hægt er að nota hitabrósa, hvort heldur er til að halda drykk heitum eða köldum. 10. Hvort einangrar betur, loft eða fast efni. 11. Af hverju er steinull hentug til einangrunar í húsum? Blaðsíða 41. Orka.
Hvaðan kemur heita vatnið í krönunum? Hefurðu hugleitt hvaðan rafmagnið kemur þegar þú kveikir á ljósaperu? Hvernig var þessi orka til? Finnst þér það sennileg skýring að við getum kveikt ljós af því að það fellur úrkoma á hálendinu? Í vatnsaflsvirkjunum er vatn látið falla úr hærri stöðu í lægri stöðu til raforkuframleiðslu. Hægt er að breyta orku úr einni mynd í aðra. Í daglegu lífi birtist orka okkur í mörgum myndum. Raforka knýr vélar af ýmsum stærðum og gerðum, kveikir ljós á peru, býr til varma í rafmagnseldavélum og kveikir á geislaspilaranum. Varma orka lætur vatn sjóða og efnaorka í eldsneyti knýr bíla, skip og flugvélar. Hver sem orkan hefur hún þá eiginleika að hreyfa, hita, kæla eða breyta einhverju á einhvern hátt. Í þessum kafla skoðar þú orkuna og margvíslegar myndir hennar. Spáðu í þetta. Þú getur kveikt á tölvu af því að það féll úrkoma uppi á hálendi Íslands. Orkulindir á Íslandi. Rifjaðu upp í huganum hversu mörg raftæki þú átt. Hversu marga lítra af heitu vatni heldurðu að fjölskylda því noti á hverjum degi? Íslendingar nota mikla orku. Við þurfum orku til þess að hita hús okkar, til þess að knýja bifreiðar, skip og flugvélar og í iðnaði. Til þess notum við einkum raforku, heitt vatn og innflutt eldsneyti. Aðal orkulindir Íslendinga og þær einu sem við nýtum að einhverju marki eru vatnsafl og jarðvarmi. Flest heimili á Íslandi eru tengd rafveitu. Mörg heimili eru tengd hitaveitu og þannig er heitt vatn leitt að húsunum og varmi heita vatnsins notaður til þess að hita upp húsnæðið og oftast er það líka notað sem neysluvatn. Á sumum svæðum landsins er raforka notuð til húshitunar. Stærstur hluti þeirra raforku sem við framleiðum er notaður í iðnaði, aðalega við álframleiðslu. Íslendingar flytja inn verulegt magn af lífrænu eldsneyti svo sem olíu og bensíni til notkunnar í iðnaði og samgöngum. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: Við Geitháls fyrir ofan Reykjavík er tengivirki háspennulína. Hópverkefni: Orkunotkun víða heim. Ræðið mismunandi orkunotkun heimila í mismunandi heimslutum. Hvor haldið þið að noti meiri orku, venjuleg fjölskylda á Íslandi eða Indlandi? Í hverju felst munurinn? Ef allar fjölskyldur í heiminum notuðu jafn mikla orku og við gerum á Íslandi, hvað myndi gerast? Hvaðan þyrfti orkan að koma? Blaðsíða 42. Vatnsafl. Á Íslandi er úrkomusamt, ekki síst á hálendinu. Úrkoman safnast í ár og læki. Mikil stöðu orka er fólgin í vatninu áður en það fellur ofan af hálendinu til sjávar. Vatn í uppistöðulóni hefur stöðu orku, sem breytist í hreyfiorku þegar vatnið fellur í aðrennslispípu að stöðvarhúsi. Þar er hreyfiorku vatnsins breytt í raforku með því að vatnið snýr hverflum sem snúa seglum í tæki sem nefnist rafall. Nýta verður rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum leið og það er framleitt í orkuverum. Þegar vatnið hættir að falla í gegnum virkjanirnar, stöðvast raforkuframleiðslan. Ekki er til nein hagkvæm aðferð við að geyma rafmagn í miklu magni. Íslendingar hafa því byggt uppistöðulón við hverja virkjun til þess að jafna raforkuframleiðsluna því að úrkoman er ekki jöfn allt árið. Þannig má líkja uppistöðulónum við risavaxnar rafhlöður sem varðveita orkuna sem stöðuorku áður en henni er umbreytt í raforku. Fróðleiksmoli: Orka glatast ekki. Í ljósaperu fer lítið af raforkunni til lýsingar. Afgangurinn glatast þó ekki, hann breytist bara í varma í staðinn. Varmi fer oft til spillis. Bílvélar, líkami dýra og manna, orkuver og versmiðjur framleiða oft varma sem nýtist ekkert
heldur fer út í lofthjúpinn. Stundum er hægt að nýta þennan varma á hagkvæman hátt. Í köldu veðri er varma orka frá bílvélinni notuð til þess að hita upp bílinn. Sparperur nýta orkuna betur en glóperur, því þær breyta meira af raforkunni í ljós og minna í varma. Reynt er að hafa bifreiðar og flugvélar straumlínulaga til þess að minnka orkuþörfina. Einnig er reynt að einangra hús eins vel og kostur er, svo að varmaorkan nýtist sem best til upphitunar. Efst á blaðsíðu 42 er skýringamynd fyrir vatnsaflsvirkjun. Efst má sjá uppistöðulón, stíflu, aðrennslispípu að stöðvarhúsi, rafal, hverfil og að lokum frárennsli. Blaðsíða 43. Jarðvarmi. Á Íslandi eru víða jarðhitasvæði og frá því að land byggðist hafa Íslendingar nýtt sér jarðvarma aðalega til þvotta og baða. Jarðhitasvæðin skiptast í svonefnd lághitasvæði og háhitasvæði. Á 20. öld tóku Íslendingar að nota lághita til upphitunar húsa, ræktunar í gróðurhúsum og lítilsháttar til iðnaðar. Á síðustu áratugum aldarinnar var byrjað að virkja háhita til raforkuframleiðslu og húshitunar. Flest hús landsmanna eru nú hituð með jarðvarma. Lághitasvæðin eru fjölmörg, einkum á vestan- og norðanverðu landinu, en háhitasvæðin eru öll innan virku gosbeltanna. Helstu háhitasvæðin hér á landi eru Reykjanes, Krýsuvík, Hengilssvæðið, Torfajökulssvæðið, Grímsvötn, Námafjall, Þeistareykir, Kerlingafjöll og Krafla. Einstaklingsverkefni: hvaðan kemur orkan? Hvaðan kemur orkan sem notuð er á heimili þínu? Er húsið þitt kynnt með hitaveitu? Aflaðu þér upplýsinga. Hópverkefni: hættur af heitu vatni. Hvað ætli heita neysluvatnið sé heitt á heimilum ykkar? Er heita vatnið í skólanum jafn heitt? Hvaða hættur getur heitt neysluvatn skapað? Hvað er hægt að gera til þess að draga úr þessari hættu? Efst á blaðsíðu 43 er kort af Íslandi sem sýnir annars vegar háhitasvæði og hins vegar lághitasvæði. Blaðsíða 44. Fróðleiksmóli. Háhitasvæði. Hengilssvæðið er meðal stærstu háhitasvæða á Íslandi. Úrkoman sem fellur á hálendið norðan Þingvalla seytlar djúpt niður í jörðina og rennur neðanjarðar til lægri landsvæða. Á 3 kílómetra dýpi undir henglinum hitnar vatnið vegna snertingar við heitt bergið og þrýstist sjóðandi upp sprungur. Á Nesjavöllum hafa verið boraðar 25 hólur. Hólurnar eru 1000 til 2200 metra djúpar og mælst hefur alltaf 380 gráða hiti í þeim. Efst í borhólunum er sjóðandi vatnið í raun vatnsblönduð gufa. Vatnið og gufan eru aðskilin og er gufan notuð til raforkuframleiðslu en heita vatnið til þess að hita upp kalt vatn úr borhólum við Þingvallavatn. Þetta forhitaða vatn rennur síðan í pípu eða röri til höfuðborgarsvæðisins. Hellisheiðarvirkjun nýtir jarðvarma úr 50 borhólum til rafmagns- og heitavatnsframleiðslu. Háhitasvæði er víðar að finna en á Hengilssvæðinu. Á Reykjanesskaga er fjölmörgum húsum séð fyrir heitu vatni til upphitunar og raforku úr jarðvarmavirkjunum á svæðinu. Í Kröfluvirkjun er framleidd raforka. Á blaðsíðunni eru 2 myndir, undir annari stendur: Hengill er móbergsfjall, rúmlega 800 metra hátt. Fjallið er virk megineldstöð og því tengjast jarðhitasvæði meðal annars á Nesjavöllum, Hellisheiði og víðar. Undir hinni myndinni stendur Hellisheiðarvirkjun. Veistu svarið?
1. Hverjar eru 2 helstu orkulindir Íslendinga? 2. Hvaða orkuver eru næst heimilið þínu? 3. Raforka verður að varmaorku. Í hvers konar tæki gæti slík orkubreyting átt sér stað? 4. Hvort býr steinn yfir meiri orku upp á fjalli eða niðri í fjöru? 5. Til hvers eru uppistöðulón við vatnsaflsvirkjanir? 6. Hvaða vatnsaflsvirkjanir eru á Íslandi? Nefndu að minnstakosti 5 virkjanir og fyndu þær á landakorti. 7. Fyndu 5 af helstu háhitasvæðum á Íslandi á korti í kortabók handa grunnskólum. 8. Hvernig voru hús hituð á Íslandi áður en hitaveitur komu til sögunar? Blaðsíða 45. Orka, umhverfi og framtíð. Orkunotkun og orkuframleiðsla hafa áhrif á umhverfi okkar. Það skiptir því afar miklu máli hvernig orka er framleidd. Raforkuvinnsla í vatnsaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum veldur til dæmis mun minni umhverfisspjöllum en raforkuvinnsla með olíu. Það er vegna þess að vatnsafl og jarðvarmi eru endurnýjanlegar orkulindir ef þær eru nýttar af skynsemi. Endurnýjanleg orka kemur úr orkulind sem minnkar ekki, heldur endurnýjar sig stöðugt ef hóflega er tekið af henni og helst þannig í jafnvægi. Við raforkuvinnslu með olíu eða kolum losnar mikið af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið. Orkuvinnsla á Íslandi er því mun umhverfisvænni en í mörgum öðrum löndum. Orkunotkunin hefur einnig sitt að segja. Það skiptir máli hvort bílar eru knúnir vetni, metani, rafmagni, dísel eða bensíni. Víða land hafa geislar sólar verið virkjaðir til raforkuframleiðslu í sólarrafhlöðum, til dæmis í sumarhúsum og hjólhýsum. Vindrafstöðvar hafa verið reistar til að virkja vindorkuna og umræða þær og virkjun sjávarfalla, flóðs og fjöru, fer vaxandi. Það eru mikla líkur á því að komandi kynslóðir muni nota aðra orkugjafa en við notum í dag. Vatnsafl og umhverfi. Virkjunarframkvæmdir hafa áhrif á umhverfið því land fer undir vatn í uppistöðulónum og vatnsmiðlanir sem leiða vatn að uppistöðulóni valda röskun á umhverfinu. Í uppistöðulónum jökulága er mjög breytileg vatnshæð og þar safnast saman mikill árframburður, leðja og sandur og á nokkrum áratugum geta lónin fyllst af þessum efnum. Oft hafa vatnsaflsvirkjanir áhrif á fiskigengd í ám og vötnum. Vatnsaflsvirkjanir hafa því bæði áhrif á lífríkið og aðra þætti í umhverfinu. Því skiptir miklu máli að virkjanarstæði séu valin af kostgæfni og að byggingu mannvirkjana sé hagað þannig að þau raski umhverfinu sem minnst. Jarðvarmi og umhverfi. Umhverfisáhrif nýtingar á jarðvarma eru mjög mismunandi eftir því hvort er að ræða nýtingu háhita eða lághita. Umhverfisáhrifin á lághitasvæðum eru óveruleg. Nýting háhitans hefur hins vegar meiri áhrif á umhverfið. Í gufu jarðhitasvæða eru lofttegundir sem fara út í andrúmsloftið, sumar þeirra valda skaða á umhverfinu. Í háhitavatni er mikið af uppleystum efnum. Á blaðsíðunni eru 2 ljósmyndir. Undir annari stendur: Elliðaárnar í Reykjavík voru virkjaðar árið 1921. Árbæjarstífla myndar uppistöðulón virkjunarinnar. Og undir hinni: Í Svartsengi við Grindavík er jarðvarmavirkjun sem framleiðir 75 megavött af raforku og sér Suðurnesjum fyrir heitu vatni. Bláa lónið í baksýn. Blaðsíða 46. Því þarf að gera lón þar sem þessi efni falla úr frárennslisvatninu þegar það kólnar. Þetta er meðal annars gert í Bláa lóninu.
Nýtingu háhitans fylgir því efnamengun. Gæta þarf þess að nýta jarðvarma með sjálfbærum hætti svo að orkulindin nái að endurnýja sig. Fróðleiksmoli. Bláa lónið. Bláa lónið hjá Grindavík þekkja margir. Bláa lónið er frárenslislón frá hitaveitu Suðurnesja. Affallsvatnið er mjög súrt og í því ýmsir þungmálmar sem eru óæskilegir fyrir umhverfið. Uppleystu efnin í vatni Bláa lónsins geta hins vegar bætt líðan þeirra sem glíma við húðsjúkdóma eins og psoriasis. Vísindamenn hafa einnig þróað snyrtivörur þar sem þeir nýta meðal annars kísil, sölt og steinefni sem finna má í frárenslisvatninu. Efnamengun úr háhitavatni er því hægt að nýta til góðs. Á blaðsíðunni er ljósmynd og undir henni stendur: Ferðamenn slappa af í Bláa lóninu. Hópverkefni. Bruni á lífrænu eldsneyti. Hvaða lífræna eldsneyti nota Íslendingar? Hvernig fá þeir það? Er hægt að minnka notkun á þessu eldsneyti? Ef svo er, þá hvernig? Hópverkefni. Plastið og við. Plast er búið til úr olíu. Nefndu 10 hluti úr plasti sem þið vilduð helst ekki vera án. Er hægt að búa þessa hluti til úr einhverju öðru efni? Hópverkefni. Raforkuver. Aflið ykkur upplýsinga 3 vatnsaflsvirkjanir sem eru næst skólanum ykkar. Hvaða vatnsföll eru virkjuð? Hvað geta virkjanirnar framleitt mikla orku? Hvenær voru þær teknar í notkun? Hópverkefni. Eru allir sammála? Finnið dæmi úr fjölmiðla umræðu liðina virkna orku, umhverfi og framtíðina. Eru allir sammála? Dæmi geta verið fengin hérlendis eða erlendis frá. Veistu svarið? 1. Nefndu dæmi 3 endurnýjanlega orkugjafa. 2. Hvaða áhrif hefur virkjun vatnsafls og jarðvarma á umhverfi? 3. Hvað mælir með því að Íslendingar framleiði frekar raforku í vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum en úr olíu eða kolum? 4. Kynntu þér hvað verður affallsvatnið í Hellisheiðarvirkjun. Blaðsíða 47. Orkusparnaður á heimilum. Veðurfar á Íslandi er með þeim hætti að nauðsynlegt er að hita híbýli fólks flesta daga ársins. Mikill meirihluti landsmanna býr við hitaveitu en aðrir njóta rafhitunar. Aðstæður og venjur fólks hafa mikil áhrif á útgjöld vegna húshitunar. Orkutap. Oft er talað orkutap í húsum þegar orkan nýtist ekki eins og til er ætlast. Hús verður fyrir orkutapi vegna hitamunar utandyra og innandyra. Þá tapast orka aðalega með leiðni annars vegar og burði hins vegar. Byggingarefni leiða varma misvel. Venjuleg steinsteypa leiðir varma mun betur en timbur. Til eru timburhús sem þurfa tiltölulega litla einangrun samanborið við steinsteypt hús. Steinsteypt hús eru hins vegar oft mun þéttari en timburhús og tapa síður varma vegna burðar. Þannig geta mismunandi húsagerðir haft sína kosti og galla. Mörg eldri hús eru illa einangruð og varmatap frá þeim því mikið. Sum þeirra eru óþétt og tapa miklum varma þegar vindur blæs. Úr þessu má oft bæta með betri einangrun, með því að klæða húsið og endurnýja hurðir og glugga. Þegar einfalt gler er í húsum, óþéttir gluggar og hurðir og illa einangrað þak, tapast mikill varmi. Hitastýring. Hitaþörf er breytileg frá degi til dags og eftir árstíðum. Í flestum húsum eru ofnar til þess að mæta hitaþörfinni. Flestir ofnar eru með sjálfvirka hitastilla til þess að takmarka orkunotkunina. Það sem heitt vatn er notað til upphitunar er það leitt allt húsið í miðstöðvar ofna
eða leiðslur í gólfi sem hita upp híbýlin. Sumstaðar eru hús kynnt með rafmagni. Á þeim stöðum eru rafmagnsofnar, öðru nafni þilofnar, oftast notaðir til húshitunar. Margar gerðir þeirra hitna það mikið að nokkur slysahætta getur stafað af og einnig þurrka þeir andrúmsloftið. Á blaðsíðunni ljósmynd og undir henni stendur: með góðu viðhaldi geta hús enst öldum saman. Blaðsíða 48. Ókeypis varmi. Það eru ekki einungis ofnarnir sem hita upp heimilið. Töluverður varmi berst frá ljósum og ýmsum raftækjum, svo sem eldavél og kæliskáp. Þá er ótalinn varmi frá sólargeislum, logandi kertum og mannfólki. Talið er að slíkur ókeypis varmi geti verið meira en þriðjungur af heildarvarmaþörfinni ef hugsað er til þess að nýta hann vel. Loftræsing. Sumir hafa stöðugt rífur á gluggum og loftræsa þannig. Mun betra er að lofta hressilega út öðru hverju með því að opna glugga vel en hafa þá lokaða þess á milli. Fyrrnefnda aðferðin er ómarkviss og sóar orku. Auk þess er líklegt að slík loftræsing valdi dragsúgi og öðrum óþægindum. Einstaklingsverkefni. Orkusparnaður á heimilið þínu. Gerðu raunhæfa áætlun orkusparnað á heimilið þínu. Kynntu áætlunina fyrir öðrum í fjölskyldunni og ef hún samþykkir skaltu fylgja áætlun þinni orkusparnað í viku tíma. Ef til vill getur meðfylgjandi listi hjálpa þér við áætlunargerðina. Ofnar eiga ekki að vera huldir af húsgögnum eða gluggatjöldum. Hitastillar á ofnum þurfa að vera í lagi og fjarri opnum gluggum. Þegar þarf að loftræsa er betra að gera það rækilega í stutta stund í stað þess að skilja glugga lengi eftir opna. Nota á sparperur eða aðrar perur sem nota litla orku. Slökkva á ljós í rýmum sem ekki er verið að nota. Ískápurinn, frystikistan og frystiskápurinn eiga að vera á svölum stað. Ískápur og frystiskápur eyða meira rafmagni ef hrím safnast innan á þá. Eldavélar hella á hæsta straum eyðir miklu meira rafmagni en hella á lægsta straum. Pottur á að vera jafn stór og hellan. Þvottavél notar álíka mikla orku þegar hún þvær fulla vél og hálfa vél. Það þarf minna vatni í sturtubað en bað í baðkeri. Uppþvottavél og þurrkari nota mikla orku. Einstaklingsverkefni orkunotkun á heimilið þínu. Mældu orkunotkun á heimilið þínu í viku tíma. Þú getur gert það með því að lesa af rafmagnsmæli og þeim mæli sem mæli notkun á heitu vatni ef húsið er kynnt með hitaveitu. Lestu á heitavarsmæli og rafmagnsmæli á sama tíma kvölds og morgna á hverjum degi í heila viku. Færðu niðurstöðurnar í töflu. Hvaða daga var orkunotkun mest? Var eitthvað sérstakt sem vakti athygli þína? Blaðsíða 49. Lagnakerfi og frárennsli heimila. Í veggjum, loftum og gólfum húsa er heilt völundarhús af ýmsum leiðslum og snúrum. Í þessum leiðslum er til dæmis leitt heitt vatn, kalt vatn, skolp, rafmagn og sími á rétta staði í húsinu. Þegar hús eru teiknuð þarf að huga vandlega að lagnakerfinu. Hvar á að vera kalt vatn? Á að vera hægt að horfa á sjónvarp í öllum herbergjum húsins? Hvar eiga að vera rofar og einstungur? Þegar húsakerfi eru skipulögð er séð til þess að hægt sé að leiða vatn, rafmagn og síma að húsinu og skolp og regnvatn frá húsinu. Þegar hús er byggt er það síðan tengt við þessi lagnakerfi. Pípulagningamenn og rafvirkjar sjá að leggja þessar leiðslur og tengja helstu tæki við kerfin. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: Lagnakerfi fjölbýlishúsa getur orðið flókið. Myndin sýnir lagnir sem tengjast heitu og köldu neysluvatni. Einstaklingsverkefni.
Teikningar af heimili. Skoðaðu lagnateikningar af heimili þínu ef nokkur kostur er á. Getur þú fundið það sem þar er teiknað? Veistu svarið? 1. Nefndu dæmi hvernig hægt er að spara heitt vatn og rafmagn. 2. Hvernig tapast orka aðalega úr húsum? 3. Lýstu heppilegri loftræsingu íbúðahúsa. 4. Hvers vegna einangrar tvöfalt gler betur en einfalt gler? 5. Gerðu áætlun hvernig hægt er að minnka orkutap úr gömlu, illa einangruðu húsi. Blaðsíða 50. Rafmagn. Kári er að vinna heimaverkefni í tölvunni. Inga horfir á sjónvarpið og Sara er að poppa í örbylgjuofninum. Allt í einu slöknar á öllum rafmagnstækjum og ljósum. Þau líta út gluggann. Það er dimmt í öllum húsum sem þau sjá og slökkt á götuljósunum. Það er rafmagnslaust. Hvað eiga krakkarnir að taka til bragðs? Á Íslandi eru fjölmörg orkuver sem framleiða rafmagn. Rafmagn er leitt frá orkuverum til heimila eftir línum sem kallast einu nafni aðveitukerfi. Stundum verður bilun í aðveitukerfinu og þá verður rafmagnslaust. Stundum kemur það fyrir að rafmagnið fer af. Við slíkar aðstæður gerum við okkur grein fyrir hvað rafmagnið er stór hluti af lífi okkar. Oft virðist það göldrum líkast hvernig rafmagnstæki virka. Daglegt líf okkar yrði öðruvísi án rafmagns. Forngrikkir þekktu nokkuð til rafmagns, en það var ekki fyrr en rúmum 2000 árum síðar að menn gerðu sér grein fyrir hvernig hægt var að nýta það. Á 20. öld má segja að mannkynið hafi rafvæðst. Alla þá öld voru sífellt fundnar nýjar leiðir til þess að hagnýta rafmagnið og þróunin heldur áfram á 21. öldinni. Með hjálp rafmagns hefur tekist að búa til ýmis áhöld og tæki sem létt okkur lífið. Blaðsíða 51. Stöðurafmagn. Hefur þú einhvern tíma fengið straum af því að koma við hurðarhún eða snerta einhvern? Hefur hárið risið á höfðið þér? Ef svo er, þá hefur þú fundið greinileg merki stöðurafmagns. Því stöðurafmagnið er allt í kringum okkur í öllum hlutum. Hér kemur þekking þín á frumeindum við sögu. Í hverri frumeind eru bæði róteindir, plúshlaðin eða jákvæð hleðsla, og rafeindir, mínushlaðin eða neikvæð hleðsla. Venjulega eru jafnmargar róteindir og rafeindir í hlutum. Við núning tveggja hluta getur þetta breyst. Þá flytjast rafeindir af öðrum hlutnum á hinn. Annar hluturinn fær í sig rafeindir en hinn missir rafeindir. Sá sem fær í sig rafeindir verður neikvætt hlaðinn. Ef hlutur fær í sig mikið af rafeindum úr öðrum hlutum, er hann hlaðinn stöðurafmagni. Þegar róteindir og rafeindir nálgast hver aðra, dragast þær ýmist hver að annari eða þær hrinda hver annari frá sér. Ólíkar rafhleðslur, plús og mínus, dragast hvor að annari, en samskonar rafhleðslur, plús og plús eða mínus og mínus, hrinda hvor annari frá sér. Hér eru tvær skýringamyndir og við aðra stendur: ólíkar rafhleðslur dragast hvor að annari. Og við hina: eins rafhleðslur hrinda hvor annari frá sér. Þegar þú nuttar blöðru við ullarpeysu, raskast jafnvægið á milli róteinda og rafeinda. Blaðran verður neikvætt hlaðin því hún fær í sig rafeindir úr peysunni. Blaðran hleðst upp af stöðurafmagni. Ef þú lætur blöðruna síðan upp að vegg, er eins og að blaðran límist við vegginn. Rafeindir í blöðrunni dragast að róteindum í veggnum. Þess vegna hegðar blaðran sér svona. Hlutir með ólíka hleðslu, jákvæða og neikvæða, dragast alltaf saman. Blaðsíða 52. Þegar þú dregur fæturna eftir gólfteppi, hleðstu upp af stöðurafmagni. Ef þú snertir eitthvað úr málmi eða snertir einhvern annan,
finnur þú þegar þú missir stöðurafmagnið og rafneisti hrekkur á milli. Það sama gerist með blöðruna. Smátt og smátt missir blaðran stöðurafmagnið og losnar frá vegnum. Að vetrarlagi eru sumir í mestu vandræðu með hárið á sér þegar þeir greiða það eða taka ofan húfu. Hárið stendur allt upp í loftið. Þetta stafar að því að stöðurafmagn er meira þegar loftraki er lítill. Í þurru vetrarveðri er loftraki lítill. Þegar raki í loftinu er mikill eru flestir hlutir þaktir þunnri vatnshimnu. Vatnshimnan kemur í veg fyrir að stöðurafmagn myndist. Hópverkefni. Að beygja vatn. Tilgangur. Er hægt að beygja vatnsbunu með rafhleðslu. Tæki og efni. Hrein þurr plastgreiða eða gummiblaðra, vasskrani og vaskur. Lýsing. Látið vatnið renna úr krananum í vaskinn. Vassbunan á að vera mjó eða 1–2 millimetrar í þvermál. Rennið greiðunni í gegnum þurrt hár eða nuddið greiðunni kröftuglega við ullarpeysu. Snúið tönnum greiðunar að vassbununni það bil 8–10 cm fyrir neðan kranan og færið greiðuna hægt í áttina að vassbununni. Hvað gerist? Breytist hegðun vassbununar eftir því sem greiðan kemur nær henni. Rennið greiðunni oftar gegnum hárið og berið greiðuna aftur af vassbununni. Hefur greiðan nú meiri áhrif á hegðun vassbununar. Skrúfið aðeins meira frá krananum svo að bunan verði eilítið sverari. Berið greiðuna aftur af vassbununni. Hvaða áhrif hefur sverleiki bununar? Niðurstaða. Hver er niðurstaða tilraunarinnar? Einstaklingsverkefni. Stöðurafmagn í blöðru. Nuddaðu 2 uppblásnum blöðrum við ullarpeysu og settu blöðrurnar svo hlið við hlið. Hvað gerist? Á blaðsíðunni eru 3 skýringamyndir og við neðstu myndina stendur: stöðurafmagn getur valdið því að hárið standi út í loftið. Blaðsíða 53. Einstaklingsverkefni. Stöðurafmagn í þurru og röku lofti. Þessa tilraun þarftu að gera í baðherbergi. Nuddaðu blöðru við ullarpeysu í það bil hálfa mínútu og berðu hana þurrum spegli. Hversu lengi loðir hún við spegilinn? Þegar blaðran hefur losnað frá speglinum, skaltu skrúfa frá heita vatninu þannig að vatnsgufa berist allt herbergið. Nuddaðu blöðrunni aftur við ullarpeysuna og legðu hana við rakan spegil. Hvað gerist? Einstaklingsverkefni, ullardúkur og reglustika. Rífðu blað niður í litla búta sem eru það bil 1 cm á hverja hlið. Strjúktu síðan reglustiku nokkrum sinnum hratt við ullarpeysu, alltaf í sömu áttina. Láttu reglustikuna svo rétt fyrir ofan pappírsbútana. Lýstu því sem gerist. Af hverju gerist þetta? Fróðleiksmóli. Eldingar. Eldingar verða til vegna rafhleðslu í stórum skýjum. Hleðslan myndast gjarnan vegna þess að minni og stærri dropar, frosnir og ófrosnir, eru á fleygiferð milli neðri og efri marka skýsins. Þessi dropar hafa ólíka hleðslu. Gríðarlegu neisti getur hlaupið á milli skýja eða milli staða í skýjum og yfirborðsjarðar með mismunandi hleðslu. Þessi neisti kallast elding. Rafstraumurinn sem myndar eldinguna hitar loftið svo snöggt að úr verður sprenging og hljóðið frá sprengingunni köllum við þrumu. Rafstraumur, rafrás. Rafmagnið sem knýr heimilistækin okkar er ekki stöðurafmagn. Rafeindir frá raforkuverunum berast í stöðugum straumi, rafstraumi. Heimilistækin eru því knúin rafstraumi. Rafstraumur berst aðeins eftir samfelldri leiðslu sem myndar hringrás. Það nefnum við rafrás. Rafrásir byggjast á 2 meginþáttum. Í fyrsta lagi leiðara sem straumurinn fer eftir, til dæmis rafmagnsleiðslu. Í öðru lagi
straumgjafa, til dæmis rafhlöðu. Til þess að notfæra þér rafstrauminn tengir þú tæki inn í rafrásina. Þegar þú til dæmis stingur tölvu í samband við innstungu, ertu að tengja hana inn í rafrás. Þegar þú kveikir á vasaljósi, ertu að tengja ljósaperuna inn í rafrásina í vasaljósinu. Straumurinn hættir að berast ef rafrásin er rofin. Þá berst rafstraumurinn ekki lengur í hringrás. Þetta gerist þegar slökkt er á vasaljósi. Með því að ýta á rofan er rafrásin rofin. Ef kveikt er á rofa lokast rafrásin og rafmagnið kveikir á perunni. Þegar við kveikjum á vasaljósi erum við að loka rafrásinni. Þegar við slökkvum á vasaljósi erum við að opna rafrásina. Á blaðsíðunni eru 2 myndir. Við efri myndina stendur: þegar rafrás er órofin kviknar á perunni því þá streyma rafeindir óhindrað. Og við þá neðri: þegar rafrás er rofin kviknar ekki á perunni. Blaðsíða 54. Fróðleiksmoli: hvernig mælum við raforku? Sú orka sem rafmagnstæki notar á tilteknum tíma er mæld í mælieiningu sem kallast vött. Raforka er mæld í wattstundum. 1 wattstund er sú orka sem er notuð þegar 1 watt er notað í 1 klukkustund. Á rafmagnstækjum er tilgreind hve mikla raforku tækið notar. Sum tæki þarfnast meiri orku en önnur. Á 25 watta peru er letrað 25 tvöfalt vaff. Ef það logar á 25 watta peru í klukkustund, notar hún 25 wattstundir. Pera gefur því meiri birtu sem wattafjöldi hennar er meiri og leið notar hún meiri orku á tímaeiningu. 50 watta pera eyðir helmingi meira rafmagni en 25 watta pera. Í þeim húsum sem fá rafmagn frá raforkuveitum eru mælar sem mæla raforkunotkunina. Raforkumælir mælir orku í kílóvattstundum. K tvöfalt vaff H. 1 kílóvattstund jafngildir orkunotkuninni 1000 vött í 1 klukkustund. Rafsegull. Þegar rafstraumur streymir leiðslu, myndast rafsvið umhverfis leiðsluna. Rafsvið eru margt svipað segulsviði. Leið og straumurinn er rofinn hverfur rafsviðið. Hægt er að búa til rafsegul með rafmagni. Því meiri sem rafstraumurinn er, þeim mun sterkara verður rafsegulsviðið. Hægt er að efla það ennþá meir með því að vefja leiðsluna í spólu sem líkist gormi. Slík spóla sem látin er mynda rafsegulsvið kallast rafsegull. Stórir rafseglar eru gjarnan notaðir við brotajárnsvinnslu og í bílakirkjugörðum. Sterkir rafseglar geta meira að segja lyft heilum bíl. Rafseglar eru notaðir í rafhreyflum, dyrabjöllum og mörgum öðrum raftækjum, til dæmis hátölurum. Í farsímum er lítill hátalari sem er í raun rafsegull sem breytir rafboðum í rödd þess sem þú talar við. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: í rafhreyflum eins og þessum er öflugur rafsegull. Einstaklingsverkefni: segulmaðurinn. Segulmaðurinn er ofurmenni sem getur segulmagnað sig að vild og barist þannig gegn glæpum. Hann missir hins vegar stjórn á krafti sínum þegar hann fær hiksta og segulmagnast þá eins og stærsti rafsegull. Lýstu ferð hans í byggingarvöruverslun einn daginn þegar hann fékk óvænt óstöðvandi hikstakast. Hópverkefni: rafsegull. Tilgangur: er hægt að nota rafsegull til þess að tína upp títuprjóna. Tæki og efni: 4,5 volta rafhlaða, koparvír, stór nagli og títuprjónar. Lýsing: margvefjið rafmagnsvír fast og þétt naglan. Tengið enda vírsins hvorn við sitt skaut rafhlöðunar. Nú hafið þið búið til rafsegull. Dreifið títuprjónum á borð og berið rafsegulinn að þeim.
Hvað gerist ef þið rjúfið rafstrauminn? Niðurstaða. Hver er niðurstaða ykkar? Blaðsíða 55. Rafhlöður og rafstraumur. Skoðaðu rafhlöður eins og á myndinni. Þú sérð að á öðrum endanum er plúsmerki en á hinum mínusmerki. Endinn með mínusmerkið er kallaður neikvætt skaut, en endinn með plúsmerkið er kallaður jákvætt skaut. Ef rafmagnsvír er tengdur á milli neikvæða skautsins og jákvæða skautsins, streyma rafeindir frá neikvæða skautinu að jákvæða skautinu. Inni í rafhlöðunni eru efni sem valda því að rafeindir halda áfram að myndast. Þannig heldur hringrásinn áfram þangað til efnin hætta að mynda rafeindir. Þá hættir rafhlaðan að gefa straum. Rafhlöður í bílum og heimilisrafmagn er miklu öflugra en rafmagn úr venjulegum rafhlöðum. Þess vegna eru venjulegar rafhlöður hentugar til þess að gera ýmsar spennandi tilraunir með rafmagn. Leiðarar og einangrarar. Rafmagn streymir betur sum efni en önnur. Efni sem rafmagn streymir greiðlega kallast leiðarar. Kopar er málmur sem er algengur í rafleiðslum því hann leiðir rafmagn mjög vel. Hlutir sem rafmagn streymir mjög illa í gegnum eru kallaðir einangrarar. Plast er gjarnan haft utan rafmagnsleiðslur því plast er góður einangrari. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: í rafmagnsleiðslur er oft notaður kopar sem er einangraður með plasti. Hópverkefni. Hvaða efni leiða vel rafstraum? Tilgangur: að komast að því hvaða efni leiða vel rafstraum. Tæki og efni: 5 hlutir úr ólíkum efnum, til dæmis hárspenna, álpappír, reglustika, eldspýta, plastbútur, bréfaklemma. 4,5 volta rafhlaða, 4,5 volta pera, perustæði, 3 koparvírar sem eru 30 cm langir hver og einangrun hefur verið tekin af á báðum endum. 2 cm óeinangraðir á báðum endum. Lýsing. Veljið 5 hluti sem ykkur langar að mæla hvort leiði vel rafstraum. Tengið rafhlöðuna og peruna. Tengið hlutin með leiðslu við peruna og síðan með annari leiðslu við rafhlöðuna. Ef ljós kviknar á perunni er hluturinn úr efni sem er leiðari. Ef ekkert ljós kviknar er hluturinn einangrari. Niðurstaða. Skráið niðurstöður ykkar í töflu. Er eitthvað sameiginlegt með þeim hlutum sem leiða vel rafstraum? Hver er niðurstaða ykkar? Og neðarlega á blaðsíðunni er mynd af töflunni sem ræðir í hópverkefninu. Þar er 1 dálkur fyrir efni, annar fyrir skært, 3. fyrir týra og 4. fyrir ekkert. Blaðsíða 56. Efst á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: glóðarþráður í peru verður hvít glóandi við það að rafstraumur fer í gegnum hann. Á síðunni er einnig mynd af tákni og þar stendur: þetta merki segir til minnstu fjarlægð sem má vera frá ljósaperu í brennanlegt efni. Þar er einnig mynd af öðru tákni sem segir max 60 tvöfaldvaf og þar undir stendur: þetta merki segir að ekki má setja í lampan peru sem er sterkari en 60 vött. Fróðleiksmoli, merkileg uppfinning. Árið 1879 tókst bandaríska uppfinningamanninum Thomasi Edison að láta lifa á peru með glóðarþræði samfellt í 13,5 klukkustund. Þessi uppfinning átti eftir að breyta heiminum. Peran til hægri er halógenpera sem er nærri 30% sparneytnari en glóðarþráðar peran. Einstaklingsverkefni. Hvað þarf marga víra? Hvað þarf þú að nota marga víra til þess að kveikja á ljósaperu með þessari rafhlöðu? Skipulegðu tilraun þar sem þú reynir að kveikja á perunni með því að nota eins fáa víra og hægt er. Fróðleiksmoli. Hvað gerist í sparperu?
Inni í sparperu eru pípur sem húðaðar eru að innan með fosfór. Í pípunum er þráður sem sendir frá sér rafeindir þegar hann er hitaður upp. Þessar rafeindir þjóta innan pípanna þar sem það rekast á kvikasilfurs frumeindir. Þetta myndar ósýnilegt útfjólublátt ljós. Ljósið breytist einungis í sjáanlegt ljós þegar það rekst á innri húðun pípanna þar sem að fosfórin er. Peran til hægri er í hópi nýjustu sparpera á markaðnum. Þetta er LED sparpera en hún virkar ekki með sama hætti og venjuleg sparpera. Báðar þessar gerðir eru nærri 80% sparneytnari á raforku en sambærileg pera með glóðarþræði. Samanburður á orkunotkun sambærilegra ljósapera. Glóðarþráðarpera 60 vött sem er sama og halógenpera 46 vött sem er sama og sparpera 14 vött sem er sama og LED sparpera 12 vött. Blaðsíða 57. Hópverkefni. Kló og perustæði. Markmið: að búa til ljósa hund. Efni og áhöld: skrúfjárn, skæri, 2 þáttar rafmagnsvír, perustæði, kló og ljósapera. Lýsing: klippið hæfilega lengd af rafmagnsvír. Takið einangrunina af vírnum og tengið við klóna og perustæðið samkvæmt nánari leiðsögn frá kennara. Niðurstaða: að hvaða niðurstöðu komustið? Einstaklingsverkefni herbergið mitt. Teiknaðu mynd af herberginu þínu og merktu inn á hana öll rafmagnstæki. Hvað eru mörg tæki sem ganga fyrir rafhlöðum og hversu mörg fyrir heimilisrafmagni? Eru tæki í herberginu þínu sem ganga bæði fyrir rafhlöðum og heimilisrafmagni? Einstaklingsverkefni. Ljósin heima. Taktu saman lista yfir öll rafmagnsljós á heimilið þínu, teldu ljósaperur og flokkaðu þær, til dæmis glóðarþráðarperur, sparperur, flúrperur og halógenperur. Veistu svarið? 1. Hvað er stöðurafmagn og hvernig myndast það? 2. 2 hlutir sem eru hlaðnir stöðurafmagni dragast hvor að öðrum. Hvað getur þú ályktað hleðslu þessara hluta? 3. Lýstu því sem gerist þegar kviknar á ljósaperu í vasaljósi. 4. Nefndu 2 hluti sem leiða vel rafstraum og 2 hluti sem leiða rafstraum illa. 5. Hvort streyma rafeindir frá jákvæðaskautinu eða neikvæðaskautinu á rafhlöðum. 6. Nefndu nokkur dæmi not sem hægt er að hafa af rafhlöðum við aðstæður þar sem rafmagn úr aðveitukerfinu dugar ekki. 7. Hvað kallast hlutur sem segulmagnast af völdum rafströms? 8. Á hvaða perum logar á myndinni hér til hliðar? Blaðsíða 58. Rafmagn getur verið hættulegt. Hefur þú heyrt fréttir af slysum af völdum rafmagns? Ýmis rafmagnstæki létt okkur verkin og önnur eru til yndis og ánægju auka. Rafmagn getur hins vegar verið hættulegt. Bæði getur röng meðferð rafmagns valdið slysum og ef rafbúnaður er bilaður getur það valdið íkveikju. Mannslíkaminn leiðir vel rafmagn og rafstraumur getur verið lífshættulegur. Ef maður fær í sig vægan rafstraum er það eins og að verða fyrir höggi. Sterkari rafstraumur getur brennt mann illa frá þeim stað þar sem rafstraumurinn fer inn í líkamann til þess staðar þar sem hann fer út úr líkamannum. Þannig geta jafnt útlimir og líffæri brunnið illa. Því á alltaf að meðhöndla rafmagnsáhöld með aðgát. Fjarstýringar, spennubreytar og fjöltengi. Hægt er að stýra fjölmörgum tækjum með fjarstýringu. Straumur er þá ennþá á tækjum þó slökkt hafi verið á þeim með fjarstýringu. Það er því góð regla að taka öll rafmagnstæki eins og tölvur, tölvuskjái og sjónvarpstæki úr sambandi að notkun lokinni. Einnig á að taka spennubreyta og hleðslutæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun. Nota á eingöngu leiðslur með heilli einangrun
og endurnýja á strax brotnar klær, perustæði og innstungur. Stingdu aldrei of mörgum tækjum í sömu innstungu með fjöltengjum. Blaðsíða 59. Vatn og rafmagn hættuleg blanda. Gættu þess að bleyta ekki rafmagnstæki eða koma blautur við rafmagnstæki sem eru í sambandi. Vegna þess hve vatn leiðir rafmagn vel, má ekki nota vatnsslökkvitæki á elda sem kvikna frá rafmagni. Frekar ber að nota dufttæki eða léttvatnstæki þar sem léttvatn leiðir rafmagn illa. Á miðri blaðsíðunni er mynd af 4 táknum. Við það fyrsta stendur: þetta merki gefur til kynna að varan uppfylli grunnöryggiskröfur sem gerðar eru á evrópska efnahagssvæðinu. Við það næsta: þetta merki táknar að búnaðurinn sé varinn gegn gufu og dropum. Og við þriðja táknið: þetta merki táknar að búnaðurinn sé vatnsþéttur. Og að endingu: þetta merki táknar að tækið er jarðtengt. Á blaðsíðunni er einnig mynd og við hana stendur: léttvatnstæki eru algeng slökkvitæki á heimilum og má nota á flest alla elda. Rafmagn og smábörn. Taka á öll raftæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun og geyma þau þar sem smábörn ná ekki til. Börn eiga ekki að leika sér með rafmagnstæki, jafnvel þóttu séu ekki í sambandi. Börn bera ekki skynbragð á hvenar tæki er í sambandi og hvenar ekki. Það þarf að hafa gát á lausum lömpum þar sem börn eru nærri. Barn sem potar járnprjóni inn í rafmagnsinnstungu er í lífshættu. Mörg rafmagnstæki eru hönnuð þannig að rafmagnsnúran er ekki föst við tækið. Hraðsuðukallar og tölvur eru dæmi slík tæki. Þessi tæki eru sérstaklega hættuleg smábörnum sem geta rifið rafmagnsnúruna úr tækinu á meðan hún er tengd við innstunguna og fiktað í henni eða stungið henni upp í sig. Blaðsíða 60. Eldhús og matreiðsla. Eldsvoði sem á upptök sín í eldhúsi stafar oftast af gleymsku og gáleysi. Það getur verið varasamt að sofna eða fara frá tækjum sem eru í sambandi. Það á aldrei að reyna að losa fasta brauðsneið úr brauðrist með eldhúsnýf nema taka brauðristina fyrst úr sambandi. Við matseld þarf að gæta vel að hitastigi í pottum, sérstaklega þegar olía er hituð. Viftu yfir eldavélum þarf að hreinsa reglulega því kviknað getur í fitunni sem hún safnar í sig. Rafmagnstöflur. Í flestum húsum eru rafmagnstöflur. Það má segja að rafmagnstablan sé hjarta rafkerfisins í húsinu. Frá rafmagnstöflunni streymir rafmagn eftir leiðslum í ljós, tæki og innstungur. Eitt helsta öryggistæki rafkerfisins er lekastraumsrofinn í rafmagnstöflunni. Ef eitthvað í rafkerfinu bílar, á rofinn að slá út og rjúfa allan straum. Þetta getur gerst þegar rafmagnspera springur, þegar rafmagnstæki bílar eða þegar vírar eru vitlaust tengdir. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur: í þessari rafmagnstöflu er lekastraumsrofi F1 og 6 vararofar sem slá út rafstraumi ef bilun verður eða álag verður of mikið. Hópverkefni: börn, unglingar og rafmagnsöryggi. Ræðið það hvernig börn og unglingar geta aukið öryggi í meðferð sinni á rafmagni. Einstaklingsverkefni: lekastraumsrofi. Þetta verkefni má aðeins gera með aðstoð fullorðinna. Skoðaðu rafmagnstöfluna heima hjá þér. Findu lekastraumsrofan. Fullvisaðu þig að lekastraumsrofin sé virkur með því að slá hann út. Hvað gerist? Blaðsíða 61. 10 ráð rafmagn. Mundu að slökkva á eldavélinni strax eftir notkun. Taktu raftæki úr sambandi þegar þau eru ekki í notkun. Sjónvarpstæki og önnur slík tæki á að hreinsa reglulega. Skemmdan rafbúnað á strax að skipta Settu aldrei sterkari peru í lampa
en hann er gerður fyrir. Ekki tengja of mörg tæki við einn tengil. Varastu að hafa ljós of nálægt eldfimu efni. Skoðaðu merkingar raftækja vel. Ekki fikta í rafmagni. Láttu fagmenn rafmagnið. Vatn og rafmagn, slæm blanda. Einstaklingsverkefni, rafmagnsleysi. Ímyndaðu þér að það verði rafmagnsleysi í heila viku heima hjá þér. Hvað myndi breytast og hvað ekki? Skrifaðu sögu sem lýsir þessari sérkennilegu viku. Einstaklingsverkefni, frétt eldsvoða. Skrifaðu frétt eldsvoða sem varð af völdum rafmagns. Segðu frá öllum aðstæðum. Hver varð fyrst var við eldinn, hvernig tókst að slökkvan og hvernig íbúar hússins brugðust við. Veistu svarið? 1. Af hverju er hættulegt að fá í sig sterkan rafstraum? 2. Nefndu 2 atriði sem geta valdið slysi eða íkveikju af völdum rafmagns í eldhúsi. 3. Af hverju er hættulegt að nota vatnsslökkvitæki við rafmagnsbruna? 4. Skoðaðu merkin á blaðsíðu 59. Hvert þeirra þarf að vera á rafmagnstæki sem þú ætlar að nota úti í rigningu? 5. Greindu frá eldhættu sem fylgir notkun sjónvarpstækja. 6. Af hverju er mikilvægt að lekastraumsrofi í rafmagnstöflu sé í lagi? 7. Hvar er rafmagnstablan á heimilið þínu? 8. Hver af ráðunum 10 rafmagn, hér fyrir ofan, vekja helst athygli þína og hvers vegna?